Jú, verður hjartanlega velkomin í 9. þátt okkar áhalda. Halló. Loksins. Halló, gaman að sjá ykkur aftur. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Jæja, þá mánaða pásun okkar aðra lokið og það margt búið að eiga sér stað á þessum mánuð, sko. Já. Bæði skemmtilegt og fleira sem ekki eins skemmtilegt, en við nennum ekki að tala um það. Ég er að tala um hérna. Nei, ég ætla að reynda að fara að segja að það sem stendur upp úr seinastiðin mánuð, það er Budapest-ferðin okkar. Við semast fórum í tannlæknaferð til Budapest. Ég samt reyndi að kalla þetta Búdó. Ég hata að segja Budapest, það er svo mikið orð eitthvað. Mér skrítið að segja Búdó. Búdó, ég ætla bara að segja Búdó. Nei, við fórum Budapest, borgin heitir Budapest. Já, við semast fórum í tannlæknaferð til Budapest og það var ógeðslega gaman og já, þú veist, Búdó. Ég ætla bara að segja Búdó. Ég er svo weird að segja Budapest. Anyways, þá er Búdó ógeðslega falleg borg. Ég er ekki að djóka, það er ógeðslega gaman að vera þarna og skoða. Já, ég var að hafa time of my life að skoða þessa kastala. En sko, Ari, ég vloggaði alla ferðina, sko. Já. En ég er ennþá að klippa það, Tók aðeins eftir því, sko. En ég er ennþá að klippa þetta, þú veist, ég er bara vonað að koma inn á þessu ári, skilur. Ég er fokkin myndbundur sem ég ætla að fokkin posta. Það er nú bara mæ. Það er rétt. Það er ekki eins og sem mæ, það var að snjóa hérna. Það var að snjóa, það var litið þetta kingja niður snjó, sko. Fánalegt. Oh my absolute god. En já, þessi ferð okkar til Búdó, hún var fucking slei. Við fórum með allir fjölskyldunni nema systur okkar og má og litla yngsta bróður okkar. Yngsta bróður okkur. Og þetta var sko tannlæknaferð, en við vorum að gera ýmislegt annað. Við vorum að fara út að borða, við vorum að skoða ekki í borginni og skoða kastalakon og shit. En þú veist, þetta var geggjuferð, en það var svona svo mikið mental fuck up ferð fyrir mig. Hvað meinum? Mér fannst ég hafa verið sko í exposure therapy allan tíman. Svolítið mikið af fólki hérna. Já, þetta var að byrja. Ég meina þetta er höfuðborgin í Ungverjalandi, sko. Já, það er ekki að versta við, þetta var eiginlega flugvellinir. Bara svo mikið fólk á flugvellinir. Mér chill flugvellinir. Ekki mér. Ég bara, þú veist, að fara á flugvell er bara svona eins og execution röð fyrir mig. Mér finnst bara þegar allir er að fara í þannig öryggistekki og þetta, þegar ég bara eitthvað, já, við erum að leiði í hengingar, skilur við. Hvað er þetta að segja? Ég bara hata flugvelli, það er svo mikið fólk þar. Svo mikið fólki og svo, þú veist, ef maður búin í flugveldan bara, næs, ég er ekki að mér sprengja mér, ok, slei, þú veist, fer í flugvélina og þá kemur við að fara upp í skíin í einhverju járntúpu með vangi sem að blaki ekki einu sinni. Þannig virka flugvél. Já, því miður, svo hristist allt þarna, skiluru. Já, ókýrð er samt, ég lærði það í fyrra eða eitthvað, það er bara einhver venjulegasti hlutur sem getur gerst við flugvél, sko. Já, í rauninni þá já, en það er samt ekkert eitthvað gaman að vera eitthvað hristast með einhversu lengst upp í geimnum, sko. Sérstaklega maður reyna að borða, þú veist, núðlur eða eitthvað, maður er með opið sprætt fyrir fram að sig og bara það gefur svo vel að geta svo núðlur. Og þar þegar hefur það, eins og þið búin að taka eftir það smá ókýrðina. Vinsalega spennibeltin. Þetta eftir sundur vélinn. Ari kom með 3. stigs bruna því hann henti á sig núðlum. Drekka kaffi. Ég er að segja það. Svo náttúrulega lendum við í Budapest og ég er bara eitthvað, næs, ég get hægt að vera stressuð núna. En nei, ég get ekki hægt að vera stressuð. Leið að við mættum í Budapest og fengum umslag bara eitthvað fyrsti tíminn í það tannlækni er á morgun klukkan 9. Og það var strax í tannlæknis. Takk fyrir að koma á tannlæknastofun í Budapest. Þú var svo í 4 tíma. Án jokes, við sváum í 3. Við sváum í svona 3 eða 4 tíma. Svo bara mættum við öll til tannlæknis. Ég var að skýta í móðafokkin buxurnar. Ég er svo hrædd við tannlækna. Ég ætla að exposera sjálfa mig akkurat núna. Ég er ekki búin að fara til tannlæknis í 7 ár. Það er samt crazy, sko. Guður, ég er með svo mikla tannlæknafóbíu. Nei, ég busta ógeðslega vel. Það þarf að fara svona, ég fekk kannski ekki alveg einu svona ári eins og var maður að gera. En maður ætti að fara einu svona ári. Allavega á svona 2 ára fresti, sko. Nei, ég er bara með það mikla tannlæknarhræðslu að ég var ekki búin að fara til tannlæknis í 7 ár, sko. Ég held að ég hef ekki farið síðan að tannlæknar okkar dó þarna. Ok, fyrir mig það seinna. Já, sæl. En ég samt busta mig og flossa ógeðslega mikið og veistu hvað kom mér á óvart? I be flossing. Veistu hvað kom mér á óvart? Eftir 7 ár, ég var bara holy shit, ég var ónýta kjaft, skilur, holy motherfucking shit. Það eina sem var að tönnunum mínum og þurfti að gera við. Það eina sem var að tönnunum mínum var það að þurfti að fylla í 4 tennur sem ég braut með tunguloknum mínum. Það er eina sem var að. Það er ekki eina sem var með mér. Nei, alltaf einhverja helvíti skemmtir. Já, þú ert frekar óhefinn með tennur, sko. Þú sko. En nú er kjafturinn bara góður. Já, kjafturinn þinn er góður og minn líka. En þú veist, þetta er svona svo, veistu, ég mæla ekki með það að fá sér tungulokk eða með Tourette's. Ég var ekkert að pæla í því, sko. Ég er ekki að djóka, ég braut 4 tennur og þurfti að gera við 4 tennur því það var ekki skemmtið, skilur, það var bara brot að ég brautar með fokkin og svo þurfti ég bara, ég tek hann út. Hverjir? Brot, ég hef ekki séð. Heyrðu, er ekki have a nice life gælan í þeim, eða? Have a nice life!
Jú, hún aðalhlutverk, held ég. Hvað heitir hún? Nína Dögg Philip. Dögg Philip, já. Nei, á ég að segja frá þarna hérna mental fuck-up, ég fekk bara svona 20 menti bí út af. Mental breakdown, sem sagt. Já, það sem þegar maður kemur þarna, þá tekin... Annars skamstafar allt. Ég að segja það, menti bí. Búdó, menti bí. Fyrir skamstafar bara eitthvað mental breakdown. Nei, sko, þetta semst þannig þegar þú ferð í Budapest, þú ferði í svona ógeðslega góðan skanna sem skannar allar tennina og sést allt sem að. Svo fer maður til ráðgjafa og ég sem betur fyrir þekkti ráðgjafa minn, fucking love her, fucking queen. En þú veist, hún var bara eitthvað, já, heyrðu, svo hérna, það eru fjögur brot hérna sem maður þarf að gera við, af því að það eru brot og ég bara, já, ég veit, skemmtum túnkloknum. Og svo eru það 4 tannúrdrættir og ég bara eitthvað hættu sem maður, ég held að maður bara fokki mér, hún bara, nei, það er sko í alveg 4 tannúrdrættir og ég bara eitthvað, nei, ég hættu og það sem þess að draga úr mér alla fokkin jaxlana og ég var bara eitthvað, holy motherfucking shit og þetta var þvílíkt mikið svona, ég var í svona 2 daga bara að fá svona menti bí, bara hvað eftir annað, bara oh my god, þetta endaði með því að ég fekk Xanax hjá henni sem er bara ógeðslega mikið rófandi lyf og svo daginn sem ég ætti að fara í tannúrdrátt þá tók ég Xanaxið og var bara high as a kite. Beist á jaxlinn? Ég beit á jaxlinn, fuck off, pappi sagði þetta líka, Ari. Pappi og Gunnar komu með mér til tannlæknisins og ætluðu bara að vera hérna hjá mér og handli í höndin á mér og ég var að skýta í buxurnar en var samt líka geðið bara upp í himninum að því ég var með Xanax. Heyrðu, mætti í stólinn og var bara tilbúin að fara í execution og var bara okay, this is it, I'm going to die. Nei, ég var bara, ég er bara að deyja. Þetta er bara, ég er búin að sætta mig við örlögin mín. Heyrðu, heldur að gæði sem að fokkin tekur jaxl normanni, kík ekki upp í mig, skoði eitthvað eins og bara eitthvað, your teeth are perfectly fine. Og ég bara eitthvað, what? Are you kidding? Og mér leið svona smá þess að vera í drauma því að ég var á Xanax. Og ég bara eitthvað, are you kidding? Og hann bara eitthvað, no, your teeth are perfectly fine. I don't have to extract anything. It must have been a mistake. I can extract them if you want. Ég bara eitthvað, nei. Þannig já, þetta er sagan af ævintýri Önnu í tannlæknatímum. Fucking shit, maður. Þú var svolítið heppin. Ég bara, getur við normalæsa tannlæknarhæðslu í alvörinu? Ég bara, þetta er svo erfitt. Getur við normalæsa tannlæknarhæðslu? Það er ekkert að því að fara til tannlækni. Bara please, normalæsa. Nei, maður á ekkert að vera hræddur við tannlækni. Þetta er bara eitt stórt tilfinningarung, Ari. Tilfinningarung? Bara tilfinningarung. Já. Bara fara til tannlæknis. Bara opnaði munnin, that's what he said, skilur við. Þú veist, það tjókir með það. Æ, með þig það. Please open. Það er í gangi, haustum á þér stundum. En svo, Ari, í staðin fyrir að ég lét draga mig 4 jaxla, fekk mér demant á tönnuna og ég er lókisleg. Það er þetta cool, sko. Og hérna tannlæknirinn minn addaði mér á Instagram. Cool. Ok, cool. Við erum bara, þú veist, hún eiginlega svona kjúraði tannlæknarhæðsluna mína þessi gælla því hún var svo ógeðslega næs. Já. Þegar ég vildi demant, þá sýndi ég allt sem ég búin að vera demant á Instagram og eitthvað og ég bara, I have to show you something. Hún var bara, oh my god, og followði mig. Það er þetta cool, sko. Love her. Minn tannlæknir var bara, opnaði munninn að geta þitt og bara, þú veist, bara Ok, fuck off. Ari sagði þegar við vorum í einhverju taxaferð á leiðin í Kastulhill, hann var bara eitthvað, já, fucking boring að sitja í tannlæknatíma en hann sem gera aðeins betra er að tannlæknir mín er ógeðslega heit. Myndarleg. Gauð. Ég ætla ekki að ljúga því. En þú bara eitthvað, shit, hvað er heit gælla að fucking draga með tennur. Ég var nú ekki að fara það langt. Ég sagði bara hún væri mjög myndarleg, sko. Ég reyndar sá hann ekki en ég sá ekki hvort hún var myndarleg ekki. Nei, ég var ekkert eitthvað að perrast hann í tannlæknaskólanum, sko. Ég var bara, ég var ekkert að kirkja hann meðan hann var að hlusta. Oh my god. En ég meina, það gerir samt experience eða betra að hún sé heit. Já, ég var nú samt með, þú veist, bara lókuð augun allir tímana, þú veist, ég meina, gríp í stólina því hún var að djöflast upp í kjaftinum á mér. Það er hægt að djöflast upp í kjaftinum á fólki á alls konar hátt. Já, það er satt. En hérna... Þetta var ekki skemmtileg háturinn. Nei, það er rétt. Það voru samt, sko, andjós, tannlæknirna voru held í allar konur. Það voru svo sleið. Ég held að þessi stofa ráði bara konur, sko. What? Eða, þú veist, tannlækna. Já, ok. Gaurinn var náttúrulega... Hann var svona, skurða... Svo sem tekur jaxlan út. Þeir voru tveir reyndar. Ég held að þurfa að vera alveg, þú veist, frekar mikill handstyrkur líka, sko. Já, konur náttúrulega geta ekki verið sterkar. Nei, þú veist hvað ég er að tala um. Og konur eru bara auðmingja. Anna Kristín. Þetta var alveg svona jacked gaurar, sko. Er það? Já, ég var alltaf að hægja þess að kæt. Þau voru massaðir, sko. Ég man ekki eins og einhvern gægin lít út. Kannski er ég bara, kannski er ég bara að vera að get sexist. Nei, Ari, ég er að fokka í þér. Þetta var allavega... En þú veist, gaurinn tók á þegar hann var að rífa fucking jangslinn úr, sko. Ég er svo fegin að ég þurfti ekki að gangi gegna það. Holy shit. Og svo bara, ok, búið.
Ok, þú maður fara, ok, bye. Og þið Brynjar fengur ekki Xanax. Ég er bara eitthvað, hvernig gátu þið gert þetta án þess að fá Xanax? Bara, ég fekk ógeðslega deyfingur reyndar. Maður fann hana bara niður í hálsar, svona eins og maður geti hætt, eins og getur ekki kynnt. eins og maður geti ekki kynnt og svona að undunarveginum var að lokast eða eitthvað. Já, Brynjar sagði það, hann bara ekki deyfður upp að enni og eitthvað. Hann átti teknir 3 í axlar á honum, sko. Og sjáttu þetta á Brynjar, greið Brynjar. En svona, ándjóks, þegar ég fekk þetta Xanax, ég var svo sjóuð í svona 3 klukkutíma eða eitthvað. Sjóuð? Við mamma, við bara ákveðum að fara bara í klippingu í staðinn fyrir að láta draga úr mér í jaxl. Þannig ég var bara eitthvað, þú veist, í klippingustólum, ég var bara eitthvað, þannig að hún var bara eitthvað, what do you want? What do you want? Já, og hérna og ég bara eitthvað, It's not that simple. It's not that simple. What do you want? Ok, við erum fucking, það er eitthvað ákveð. Já, í þessum hárgræsistól, hún var bara eitthvað, what do you want? Ég var bara eitthvað, I don't know, do whatever you want. Og hún gerði það bara, það var mjög cool. Já, þetta var alveg fínt talandi fyrir mér, sko. Já, það var samt leiðilegast við þess að ferð var tannlækninu, sko. Já, þú veist, það er náttúrulega ekkert gaman að sitja í talnastól, en það var ekkert eitthvað ómikið mál, sko. En það góða við þetta er það að þetta er óslega professional fólk og þau eru óslega fljótað öllu. Þú veist, maður er bara eina viku, bara komið fullkomið kjaft. Mjög næst. Maður heldur að vera sponsorað, við erum ekki sponsorað neitt, sko. Ég mæli með að fara í... Ég mæli ekki bara geggja mikið við að fara ángað. Líka af því þú veist, þú ert að drepast í kjaftinum, en þú ert að drepast á kjaftinum á 5 stjörnu hóteli, skiljurðu. Það er slæðan, sko. 4 stjörnu hótel reyndar, en þú veist... Æðislegt hótel sann. En það er líka bara Kastalanana. Við fórum í Castle Hill, það er bara eitthvað það flottasta sem ég hef skoðað. Já. Meira en það í vlogginu sem kemur inn á TikTok hjá mér. Vonandi ekki, þú veist, eftir 5 mánuði. Já, heyrðu, hvað eru við? Ég er búin að vera að jappa í svona korter, sko. Japsess. Ég er certified japper og þess vegna er ég að gera podcast. Certified japper. Já, en við ekki bara skell okkur í hérna áhugaverða staðarindir. Já, ég elska þessa rödd, þú ert pínu að Agla Ólafsson. Nei, þú er svona svo gæinn hann að leikarinn hann. Þú sem talar um allar teiknimyndir. Gamlið þarna. Sem leikur pappa Daniel sem Hercules. Já, hann mann ekki hvað hann heitir. Við erum að horfa á Hercules. Hercules. Já, en áhugaverð staðarindir. Áhugaverð staðarindir. Það er áhugaverð. Við erum áhugavaldar. Það er rétt. Og ég sónaði út af því ég var að reyna að muna hvað þessi fucking gæi hét. Holy shit. Herðu, já, áhugaverð staðarindir og ég byrjaði þú. Ég man ekki hvað gerði seinast það er mánuður síðan við fucking settum út þátt. Ég get nú alveg byrjað. Herðu, já, byrjað þú á áhugaverðum staðarindum. Það eru fastir liðir eins og vanalega. Ég meina góða hér. 70% af súrefnis og andar er búið til af plöntum í sjónum, ekki í trjám. Vá, þetta er actually áhugavert. Já. Býtur ljós til yfir plöntur ef þær eru í sjónum? Já. Þessin eru alltaf varað við ef allt í sjónum og rifin og allt þetta fokkast upp, þá bara eru við fucked, sko. Oh my god, hvað ég er gáfuð. Ég held að það væri ekki hægt að ljós til yfir gegnum vatn. Það er hægt. Vá. Það er hægt, sko. Ógeðslega. Jú. Það væri svo geggjað að geta ljós til yfir. Það væri næst. En því mér þróist í gennum einhverja fokkin apa. Ok, fyrsta áhugaverða staðreyndi mín. Hún er í The Theme of Tennur, af því við vorum að tala um tennur. Nína, besta mákonun okkar, hún sagði mér þessa staðreynd og ég ætla að apa eftir henni. Það er hægt að aldursgreina hesta út frá tönnuna þeirra, vissir það? Er ekki hægt við alla? Ég veit ekki. Nei. Ekki? Það er ekki allir með tennur. Eru þeir með svona hringin í tönnun eins og í trjám? Eins og í trjám. Ari, hestar er ekki tré, sko. Nei, ég veit. Oh my god. Ég skil ekki neitt. Já, þú veist hvað þetta aldursgreina það þá? Nei, bara, þú veist, ég veit ekki. Nína bara sagði það. Það var hægt að aldursgreina hesta með tennur. Ok, reyndar Nína sagði það. Þú veist, ég meina ormar eru ekki með tennur. En þau getur örugglega að vita hvort ormar verður ekki það. Ok, never mind. Þetta er einhver íslensku maður sem heitir Ormar sem er ekki með tennur? Það var ekki hægt. Falskan gómið eitthvað? Eða Wieners eins og allir í Hollywoodunum með? Wieners. Oh, you have one of those wieners. Ok, næsta þín. Heyrðu, Anna mín. Já, Ari minn. Meiri hlutin af fólki dreymdi einu sinni í svarthvítu, en eftir að koma litur í sjónvarpið þá fór fólk meira að dreyma í litum. Ok, þessi er fucking áhugaverð. Það er svolítið skrítið. What? Já. En okkur dreymir ekkert bara það sem við sjáum í sjónvarpinu. Nei, þess vegna er þetta svolítið skrítið staðreynd, sko. Svolítið skrítið. Þetta er reynda góð staðreynd, sko. Dreymir þið svarthvít eða lit? Með dreymir í Svarthvíta hetja. Má ég koma með smá side note? Já, þú mátt. Af því þú veist að tala um drauma. Hvað er steiktasti draumur sem þú hefur lent í? Heyrðu, ég get nú sagt. Ég er nefnilega með 2 steikta drauma sem ég hef lent í, sem ég verð að tala um. Ok, munum bara. Ari er búin að gera 2 áhugaverðar, ég er búin að gera 1. Við ætlum að fara í smá side note. Já. Hvað er steiktasti draumur sem þú lent í? Steiktasti draumur sem ég lent í? Ég þarf að hugsa þessum þetta, býta þess. Á ég að segja það minn? Sko, já, ég get hugsað á með hann.
Ok, ég ætla að segja steikt þessa draum sem ég lendi ég get ekki, ég lendi í þessu bara fyrir nokkrum dögum síðan Nokkrum dögum síðan? Já, bara ég og gæi sem seldi mér og Gunnar húsið Já Við vorum út í garði að forna geit Við bara dreymdi það Ég og gæi sem seldi húsið vorum bara að forna geit út í garði Ég veit ekkert af hverju, við vorum bara að forna geit, skilur Nei Jú, við vorum bara að því Já, ég meina já, ég skil ekki Já Svo erum við annan Ertu búin að skoða ásatrúafélagið eitthvað? Nei Ertu búin að eitthvað að læra fornanir? Nei, ég veit ekki Nei? What the fuck? Ég er bara að spyrja Þetta er skrítið Ég veit það, ég er sko með annan og ég segir annan, hann involvera þig Ok Hinsteikt þessi draumur sem ég hef fengið er ég og þú vorum upp á þakinu á fjárhúsunum heima í sveit Já Við vorum upp á þakinu á fjárhúsunum að elta fiðrildi Ok Og þú varst að elta fiðrildi svo ákaft að þú hljófst fram á þakinu Og það svo það? Býtu, oh my god En anyways, og ég hljópa eftir og bara, nei, Ari, úr döður Svo leit ég fram af þakinu þar sem að þú hljófst niður af og ég var bara alveg tilbúin að vera döður þarna, skilju En nei, þá varst þú bara einhverjum byggaði svona hoppubelgi Svona hoppubelgi að hoppa með fiðrildi í hendinu bara geggja glaður og náður fiðrildinu Var þetta stór fiðrildi? Ég var mjög stór fiðrildi, þetta er svona blátt hjút fiðrildi Og ég ætlaði bara að hoppa niður til þín og akkurat þegar ég hoppaði þá vaknaði ég Ok Svakir steikt, sko En já, áttu þú einhvern steiktan draum, Armin? Heyrðu, Kóddu með það Einu sinni þegar ég var bara, 9 ára eða eitthvað og var að gista heim með og afa Oh my god, vá, mann er dreymd til svo skrýtna drauma Já, mann er dreymd skrýtna drauma, sko It's haunted Ég og Egill vorum að gista þar þegar við vorum mjög litlir Mamma og pappi voru í Finnlandi eða eitthvað, eða Noregi, ég man það ekki Já, mér dreymdi að við öll fjölskyldan hefði verið í flugi Hættu og lenti í flugslýsi ég er ekki skáld þetta, sko Oh my god Og við lentum á okkur eyju eða eitthvað Og eyjan var bara, bölvuð eða eitthvað Ég geti að vera aðeins eldri, kannski 12 ára eða eitthvað Varstu að horfa á Lost eða? Nei, ég horfði bara Lost í fyrstskiptum daginn, sko Oh damn, góð serið Já, þessi flugvél brotlendi sem sagt á þessari eyju Og það urðu bara allir, það var eitthvað á eyjunni sem bara heldtók allan nema mig Og þið voru bara eitthvað að elta mig og reyna að drepa mig Fjölskylda mín Það var mjög óþægileg draumur Þetta er alveg martröð Já, þetta var crazy martröð Líka, maður er ekki heima á sér Maður er heima og afa bara eitthvað Já, sem er alveg low-key scary hús, sko Geggja hús, en alveg low-key scary, sko Kannski er það ástæðan, ég veit ekki Það var ógeðslegur draumur, sko Finnst þið samt ekki gett furðuleg pæling að við bara eitthvað mannverur Við þurfum bara eitthvað að verða meðvitundalaus í marga klukkutíma til þess að geta lifað Já Bara hvern einasta sólarhring þurfum við að verða meðvitundalaus Við erum að hlaða okkur, hlaða batteríin Já, en á meðan við erum með meðvitundalaus þá erum við bara eitthvað að hallucinata á meðan Já, Anna Þetta er svo weird Við höfum vitað þetta í nokkur 1000 ár Þetta er svo skrítið Nokkur miljón ár Veistu það okkur þar ég bara eitthvað, heyrðu, ég er svo þreytt lof mér að vera meðvitundalaus í nokkra klukkutíma en þannig, ég skil ekki holy shit, anyways áhugaverðar starrið Ég er enda með annan, ef þú vilt heyra annan draum, sko Ég elska drauma, kottu með það Þetta er líka svona mjög skeri þegar ég var lítill, sko Blauti draumur? Nei, ok Þetta var ekki blauti draumur þetta En Ok Það var fyrst svona þegar maður var 13 ára eða eitthvað Allt í lagi, Ari Það er æðislegt hjá þér Já, þegar ég var lítill Aftur, sko, að þegar ég var lítill Hann-Ari var lítill Hann var 8 ára lítill Með augun falleg og græn Ok, sorry Þegar ég var lítill, þetta var örgulega bara þegar ég var 7 ára eða eitthvað Þegar ég var lítill Anna, ég dref þig Heyrðu, þetta var fyrsta svona sleep-paralysis sem ég fengið Og ég hata það Þegar ég var bara pínlítill Manstu þegar við vorum í sveitinum fyrir að gera niðri Já, ég man eftir Við hlýðum um pappa Ég man eftir Og ég sá alltaf með hurðina opna fram á gang Því að ég var lítill og langaði að hafa ljós á ganginum Skeri gangur bæði Einu sinni þegar ég var þegar ég svona það var eins og einhver maður bara standandi á ganginum Það stóð á ganginum og hann horfði á mig svona geðið stíft bara eitthvað, af hverju er gólfið horfið Nei, hættu og svo bara eitthvað horfði á gólfið og það var ekkert gólf Þú veist, ég hef skitið og bara svo vatnaði ég þú veist, bara að ég fekk svona sjokk ég hata svona þetta var ógeðslegt sko sleep-paralysis er það ógeðslegt í heiminum þá líður mann eins og maður sé bara komin í bara eitthvað helviti Oh my god sko. Það er samt, ég bara fengið þú sleep-paralysis 2 ára eitthvað Já, ég er eitthvað svipað hjá mér og ég fekk bara fyrsta skipt þegar ég var komin á Ég er 5 ára sko bara þegar ég var 5 ára Ok, alltaf lagi, áhugaverðar staðreyndir Við erum svo miklu fyrildi Já,
Fiðrildi, eins og það sem ég var að reyna að ná í. Ok, mín önnur áhugaverða staðreynd það að það mjög ólíklegt að manneska geti dáið í kviksyndi af því að flest kviksyndi eru ekki nógu djúp til þess að fara mjög langt ofan í. Já. Mér finnst þetta crazy að þegar maður var lítill maður hélt að þetta myndi vera stærra vandamál, sko. Af hverju var þetta svona main hræðslan bara hjá öllum? Sagður þetta ekki í síðasta þætti? Ég held ég hafi sagt að ég bara er ennþá svo flabbergasted. Ég held að þetta hefur í síðasta þætti. Ekki þessi staðurinn, sko? Jú. Nei. Mér minni það. Aha. Heldur það? Það er svo bara fyndið, sko. Nei, sko, ok, ef ég hef sagt þessa staðurinn áður, þá er mér alveg sama. Af því að þessi staðurinn er crazy. Þú veist, þegar maður var lítill, þá var bara aðal hræðslan hjá manni og bara flestum öllum bara, oh my god, kviksyndi. Við verðum að passa okkur á kviksyndunum. Maður bara hættur að hverfa hann í jörðinu og bara deyja. Þetta var í mörgum myndum, sko, eins og Indiana Jones og svona. Það er bara hryllilegt. En ok. Já. Ari minn, hvað er seinasta áhugaverða staðreyndin þín? Það myndi taka mann 9 ár að labba til tunglsins. Damn. Já. Ef þú byrjar að labba núna til tunglsins, þá myndi það vera 9 ára því. Af hverju finnst mér að vera lítill tími? 9 ár? Nei, ég held að tunglið... labba? Nei, ég held að bara tunglið að væri bara low-key lengra í burtu. Það er viðbjóðslega langt í burtu, sko. 9 Þess ár? maður 9 ár. Pæltið síðust 9 ár. Ég held að þetta væri alveg, sko, 100 ára eitthvað. Ég held að það vera 100 ákvæðrindar þegar þú segir það svona. Þetta er svo að fyndi að því að seinasta staðreyndin mín er líka geiminn. Ok. Þann 23. mars árið 2178 þá mun Plútó klára sinn fyrsta hring í kringu sólina. Pældu þetta. Pældu þetta. Við erum bara þú veist, 365 dagar og við erum bara búið með hring. Plútó er ekki ennþá búið með sinn. Já, hann er svolítið langt í burtu. Hann er langt í burtu, sko. Já. Hann er Loki ekki lengur í sólkerfinu, er það nokkuð? Nei, hann er tækna bara flokkaður sem eitthvað annað en sólkerfið. Þú veist, game hlutur núna held ég, ekki pláneta. Já. Hvað er Guffi og Mikki? Réttu. Fuck off. Ok, alltaf leið. Já, þetta voru áhugaverðar staðreyndir, finnst mér. Þær voru svo áhugaverðar. Já, heyrðu, en erum við að fara í umræðu í dag, hann? Ég hef aldrei verið eins held to the motherfucking pep fyrir umræðefni. Förum aftur á Reddit. baby! Ok. or/vent. Ég elska Reddit og ég elska vent. Já, pústaðir. Vent, það er þáttíðin of going. I went to það er saman tvöföldu vaff, sko. Já, þetta er ekki svona went. Þetta er vaff E-N-T. Ok, Anna Kristín, hvað er gerst? Þetta er eins og Among Us. Já, það er samt með venjulegu. Það er ventað í Among Us. Já, ég veit það, en það er samt með venjulegu vaffi. Já, er þetta líka með venjulegu vaffi? Þú spilaði Among Us, eða? Ég elska Among Us. Nei, Ari, ég er certified Among Us player. Já, game, eins og við sögðum í síðasta þætti, þú er gamer. Ég er gamer, nei, sko, ég er ekki djókir, ég spila Among Us ennþá. Það? Já, ég elska Among Us. Ég er fárlega góð í því. Já. Ég var með eins og stundum á TikTok með svona Among Us party. Ertu góður imposter, eða? Ég fucking geggjaður imposter. Þú ventar oft. Ég venta svo oft. Já. Nei, ég er ekki djókið. Það var hérna á tímabili, þá var ég alltaf að fara á TikTok live. Ég var ekki alltaf að fara á TikTok live. Ég var oft á TikTok live bara með Among Us party. Það var ógeðslega gaman. Það var bara 20 mann saman eða eitthvað, ekki 20. Cool. Bara, þú veist, að koma. Ég var bara svona link og fólk var að koma í Among Us. Þetta er cool. Það var fucking geðið gaman. En ég elska vent. Já, þið finnst gaman að pústa. Mér finnst svo gaman að pústa og ég elska að hlusta á fólk pústa. Bara segðu mér allt. Já. Segðu mér allt. Mér finnst það mjög leiðilegt. Mér finnst það hundleiðilegt. Og þess er Pítu, erum við ekki að tala um eitthvað sem okkur finnst áhugavert? Hvað meinarðu? En mér finnst gaman að skoða það, þú veist, á Reddit og svona. En þú veist, ef einhver er bara eitthvað að pústa hérna í alvöru, ég er bara eitthvað galli. Þannig að tala við sálfræðinga. Já, ok, reyndar. Ok, ef það er vent um eitthvað sem ég nenni ekki að hlusta á, þá er ég bara eitthvað gaur, gera fucking sálfræðingur, skilur. En ef þú ert að segja mér eitthvað ógeðslega eitthvað fucking juicy shit, þá er ég bara fuck, segð mér þetta. Mér finnst það leiðilegt. Ég elska það. Mér finnst leiðilegt að slúra. Ég þoli ekki þegar fólk slúra við mig. Elska. Af því að þá veit ég fleiri leyndarmál. Ok, það er enda, ef þú ert að segja leyndarmál, þá máttu fokka þér, skilur. Já. En þú veist, elska vent, elska pústa, let's go, I'm so up for this shit. Ok, heyrðu. Finnst þið kannski bara fyndið hversu asnalega fólk er að venta? Já. En þessi vent sem ég tók í dag eru frekar áhugaverð, sko. Ég elska áhugaverð vent, ég elska. Þetta eru svolítið svona, hvað segir maður, justified vent, sko, púst, svona. Svona bara hvað, þú átt rétt á því að pústa þessu út. Já, rétt á að pústa þessu. Já, þetta eru skemmtileg púst og svona áhugaverð. Þetta eru ég var að reyna að finna áhugaverðustu pústin, sko.
á Volkswagen eða PMF Svo góður Já, og ég held mér hafi tekist það, sko. Ég held að þér hafi tekist aðeins. Já, bara hopp inn í þetta. Oh my god, bara, ég hef aldrei verið peppuð í lífinu mínu. Komdu með það, segðu mér allt. Ertu ready í það? Ég fucking ready. Heyrðu, sem sagt, r/vent bara staður sem fólk fer til þess að venta, pústa aðeins. Yeah, baby. Eða er pirrað eða bara langar að koma einhverju frá sér. Been there, done that. Já. Það getur gert á Reddit þannig að þú ert bara svona anonymous eða þú vilt. Nákvæmlega. Þú getur sko verið með komment undir í, eða svo getur þú líka sett sko not looking for input á postin og þá er ekki hægt að kommenta á hann sko. Ég er ekki að biðja ráð, mér langar bara að fucking venta. Langar bara að pústa þess. Fuck já. Tengi. Nei sko, þegar maður er að venta þá langar maður ekki ráð. Nei. Það langar bara einhvers að hlusta á mann. Já. Fyrsti postin sem ég hef búin að sanna innan mér titillinn Af hverju í fokkanum ætlast til þess að konur mæti í vinnuna þegar þær eru á túr? Oh my god! Hell yeah! Hell yeah! Þetta eftir notanda both revenue 4557. Við elskum Hanna. Ég veit það ekki. Og Hanna! 36.000 upvotes. Wow. 3.100 komment. Guður. Og 11 verðlaun. Awards. Ok, þetta er þetta gefa svona verðlaun á Reddit, þú veist, ef maður elskar eitthvað post eða, þú veist. Ok, ég reynda að vissi það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar en það er hægt, þú veist. Ok. Ég sit hérna í vinnunni að deyja úr sársauka. Búinn að vefja bleiu utan mig að því að leiði mitt eitt stórt sjálfskaparvíti. Holy fuck. Og samt ætlast til þess að ég sé í þröngum business casual buxum, sé vingjarnleg við samstarfsfólki mitt og að ég sinni vinnunni minni. On jokes. Fjandinn hafið þetta fucking feðraveldi samfélag sem lætur konur þjást í gennum marga daga af hræðilegum verkjum og býst svo við að þeir hagi sér alveg eðlilega. Ángríns. Ég ætti ekki að þurfa að nota veikindadag í hverju mánuði og að fólk líti á mig sem einhver tossa af því að líkaminn minn að henda út lítrum af blóði og líkamsvefjum á dag. Literally. Og svo setur hún hérna edit, eða þú veist, breytingu hérna, eða hvað segir maður? Viðbót. Mér langaði bara að segja takk fyrir öll verðlaunin og fyrir ykkur sem sýndu stuðning. Ég fekk fullt af góðum ráðum hvernig ég get tekist á því legslímu flakkið mitt. Og ég að skoða hvort ég í FMLA réttindi. FMLA sem sagt Family Medical Leave Act í Bandaríkjunum. Það leyfir starfsmönnum í BNA að nota það bil 12 vikur í ólaunað starfsmannafrí ef manneskjana með heilsuvandamál eða fjölskylduvandamál. Er ekki legslímuflakk endometriósa? Jú. Það er eitthvað ömurlegt. Ég er bara heppin að vera ekki með það. Ég fatt ekki alveg. Þú veist, endometriósa er bara ömurlegur sjúkdómur. Legslímuflakk. Það er basically, sko, ég veit ekki ég er náttúrulega crazy orð. Já, ég er eina af þessum heppnu sem er ekki með endó. Já, er margir með þetta? Það fylltast konur með þetta, nefnilega. Okay. Þetta er bara ömurlegt. Oft er það bara þannig að þau eru að fara í legnám, skilurðu. Bara taka legið úr. Hvað er þetta? Leginám? Hvað er þetta að segja? Það er þegar að fyrir háskólan í legi Hvað er? Nei! Hvað er þetta að segja? Legnám er svona eins og brjóstnám. Nei, þú veist, það er að teki í burtu. Hvað er einhver konu háskóli þannig bara, þú veist? Fyrir að vera að nema það á brott. Teki úr þér. Já, ég skil, já. En þú veist, þetta er svona, þú veist, ég held að þetta séu bólgur og alls konar svona þykkildi einhver sem að þú bara deyrð úr verkjum, bara ógeðslegir verkir, skilurðu, og þú veist, af því að þetta er konusjúkdómur, þá er ekki búið að rannsaka það nú vel, I guess. Já, fucking shit. Sorry, ég var bara að segja það, þannig að þú veist. Þetta er crazy, sko. Ég vorkenni þeim virkilega sem er með þetta. Hvað finnst þér þetta? Ég er bara fucking sammálinni. Já. On jokes, ef þú ert með endó þá áttu bara rétt á því að vinna ekki þegar þú ert á túr, for real. Já, sko, en þú veist, hún bætti því við að fólk var að segja henni að rannsaka hvort hún mæri með það, sko, en hvað finnst þér bara upphaflega, þú veist, meninguna í pósturum hennar bara, þú veist, að vinna á túr, þú veist. Það er náttúrulega ömurlegt að vinna á túr. Hvort fá þitt álit sem, þú veist, kona, náttúrulega. Sko, ég er ekki útivinnandi, það sem ég gerir for a living er að jappa right now. Já. Þannig að, þú veist, ég get ekki sett mér í þessu spór akkurat núna. En þegar ég var að vinna og var á túr þá var það bara fucking helviti. Það er bara ömurlegt. Já. Man líður bara, þú veist, skítum og man líður bara illa og man langar bara að vera einhvers staðar annars staðar. Svo hef ég náttúrulega heyrt að þetta er mjög mismunandi, sko. Þetta er mjög mismunandi milli fólks. Sumar sem bara liggja í King. Já, það er svolítið ruglað, sko. Bara með hitapóka og ég veit ekki hvað og hvað, þú veist. Ég var alveg þurfti að lenda í því að vera bara með hitapóka bara í svona fósturstellingunum, bara horfa Friends, skilurðu. Bara eitthvað og grænjandi allan daginn. Svo fer maður stundum á túr og það er ekkert, sko. Gott sem að tala um túr í svona þætti.
Nei, svona for real, en þú veist, það samt ekki gaman að vinna á túr, sko. Nei, ég trú því alveg, sko. Svo var hann alltaf í grunnskóla, þannig alltaf voru stelpunum alltaf að sleppa við íþróttir, nei, ég að grunna. Vilt þú ekki bara fara? Nei, ég get ekki sagt neitt, oft bara gleymdi ég, þú veist, innan gæðsalapa íþróttapókana með eitthvað. Já, fucking hatsund, goddammit, oi maður. Svo setur hún meiri editina, meiri viðbót, sko. Hvað með það? Þetta stór viðbót, sko. Hell yeah. Næstu að stóra póstin, sko. Ok. Mér langar að taka það fram að enginn var að segja að hver einasta vinnandi kona eigi að fá viku af launu leyfi í hverju mánuði. Ég vildi bara fá að pústa aðeins mína eigin reynslu sem svo að ég vinn í fyrirtækja umhverfi þar sem ég fæ aðeins 5 veikindadaga á ári. Ekki einu sinni nóg fyrir 1 dag í mánuði. Guýr. Og normið í fyrirtækjaheiminum að nota þá ekki nema að vilja vera kölluð tossi. Új. Svo ég minnist ekki á að yfirmaður minn kallmaður og það vandrarlegt að þurfa að segja að ég sé veik hvern einasta mánuð. Oh my god. Það væri frábært ef við getum haft betri vinnulöggjöf sem vendar fólk með fötlun eða langvinna verki. Eins og margir bentu á að bjóða önnur lönd upp á fleiri veikindaleyfi þessi náttúrulega í Bandaríkjunum, sko. Fucking Bandaríkjunum. Já. Og sum gefa konum meira að segja tíðaleyfi. Ég vildi bara skapa umræðu það sem margar manneskjur glíma við. Og til ykkar sem segið að konur ætti að hætta að kvarta eða fá lægri laun, ég vona að þið þurfið aldrei að takast á því hamlandi sjúkdóm að vera sagt að harka þetta af sér. Oh my god! Að lokum, ef þú ert einn af þeim fjölmörgu körlum sem sendi mér einkaskilaboð bara til þess að áreita mig, ég vona að þú lærir að virða reynslu kvenna og leiti þér hjálpar vegna augljósra geðræna vandamála. Takk allir fyrir að koma til talkið mitt. Þetta er geggjað update. Þetta er góð póstur. Ég fílaði hennan, sko. Þetta er heldur gott póst. Líka bara gaur, ef þú ert að deyja heima og ert með endo, skilurðu, þá máttu pústa. Þú mátt mæta á Reddit sem á að vera safe space for venting og pústa það sem þú átt ekki vera bara eitthvað, ég ætla bara að vera dugleg stelpa og halda þessu inn í mér og bara láta þessu ekkert sé. Er eitthvað svona, veistu hvort það sé eitthvað svona leyfi hérna á Íslandi fyrir þessu eða? Ég veit það ekki. Endometriosis. Það var ekki þegar ég er náttúrulega ekki með endometriosis. Nei, sko, af því að það er náttúrulega örugglega alveg, þú veist. Það er bara ógeðslegt. Alvarlegra, náttúrulega. Það er bara mjög alvarlegt. Vonandi er eitthvað leiði fyrir þessu, ég ætla að fokk ég rétt að vona það. Bara, veist, ég er ekki sérfræðingur um þetta, sko. En þú veist, þessi gella, hún má venta á Reddit. Þetta er gott púst. Já, það hversu umrætt þetta er. Og líka bara eitthvað að þurfa að brosa og vera sæt, þú veist, þegar hún er að drepast, skilurðu. Nei, ég er ekki djókir. Sumi gæjar hafa fengið svona patches á sig, svona túrverkja hermi, skilurðu. Já, heyrðu, ég sé. Já, og veistu, bara svo sé deg. Þeir komast ekki upp fyrir 10%. Ég hef sagt, mér langar svo að prófa þetta. Já, ég skal bara reyna. Við þurfum að reyna að finna þetta. Við þurfum að setja myndbanda þessu á. Já, reynum að finna svona. Ég skal prófa svona túr-simulator. Nei, sko, flestir eru ekki að komast upp fyrir svona 10% af mögulegum verkjum sem hægt er að fá. Það? Já, og svo eru konur bara eitthvað, verður bara sæt og brostu og halda áfram að vinna. Helvitis kelling. Þannig að þetta er gott púst. En er það grína samt í 5 veikindadögum á ári eða? Í Bandaríkjunum? Þetta er svakalegt, sko. Þetta er ruglað, sko. Og bara þú mætir ekki bara þessi vinnumenning í Bandaríkjunum er ruglað, sko. Bara eitthvað, ef þú mætir ekki þá ertu bara aumingi. Þótt að sé að fucking, þú veist, ég hef heyrt að tilfinningi sé eins og sé bara einhver að rista þau á hól, skilur við. Bara með hníf. Þetta var gott vent. Þetta var gott púst, en förum bara í... Ég meina ástæða okkur þetta fekk 36.000 uppbóts. Nákvæmlega, ég held að flesti séu bara mjög sammálaðinu, sko. Já. Og þeir sem eru það ekki eru örugglega bara rasshausar. Rasshaus! Já, svo, þetta er samt svo ógeðslega relatable þetta með það, þú veist, ef þú ert með sjúkdóm sem að sést ekki, þú veist, tengi, skilurðu, að því að endometriosis er ósýnilegur sjúkdómur. Já. Ef maður er með ósýnilega sjúkdóm og getur ekki gert eitthvað sem að flestir ættu kannski að geta, það er maður bara stimplað sem aumingi. Já, þegar maður er það bara ekki. Þetta er fárlega, sko. Bara fuck that, ándjók. Sjálf og hugsunarháttur, fólk á að hætta að hugsa svona. Já. Ándjóks. Ég var að fara í næsta. Förum í næsta. Næsta púst. Ég var farin að venta. Jesus, ok. Er þetta í títilinu? Ég er svo tilbúin, ég er alveg svo pirruð þannig ég er komin í ventgýrin. Let's go! Yeah! Títilinu á þessu pústi er hættið að gefa smábörnum iPad. Sammála held ég, já. Eftir notanda gilt í Tadból 791. Þetta fekk 23.000 uppvotes, 1.800 komment. Wow. Og eitt velun. Ein verðlaun. Eitt stykki. Geggjuð í að fallbeygja. Við erum svo góðið að fallbeygja. Já. Sérstaklega okkar eigin nafn, Valdar, Olli, að velda, Valdar. Ok. Ég get ekki lýst því hvað það er niðurdrembandi að sjá börn með iPada sem eru algjörlega ómeðvituð umhverfið sitt.
Sum þeirra líta nú þegar út fyrir að vera með slæma líkamsstöðu af því að vera alltaf að horfa niður á skjáinn. Má ég líka bæta við að flest þessara barna muni líklega alast upp félagslega einangruð og á nokkurs lífsviðbragðs. Þegar ég var barn gat ég varla beðið eftir að leika við hin börnin í hverjunni mínu og ég vildi óska þess að fleiri börn í dag fengju að upplifa það. Þetta er allir postinn, sko. Er þetta allt? Já, þetta er allt. Ok. Það vildi bara shitið börn þessi ykkur. Við erum bara shitið börn. Já, svona allana fóreldra og fólk sem eru að leyfa börnum að vera í iPad, I guess. Já, þetta, ég veit ekki, þetta er hana... Jú, stundu líður mig svona. Mér líka, sko. Þetta er pirrandi að sjá, þú veist, ég meina, ef maður fyrir á veitingastæði eitthvað og að bara tróði, þú veist, iPad í andlitið á krakkanum meðan þú veist, eitthvað, þú veist. Já, það er alveg svona, þú veist, ok, ég er náttúrulega ekki fólk, ég geti sagt neitt. Já, ég segi það sama, við höfum svona rætt þetta. Við höfum rætt þetta svona pínu, þannig áður. Hvað var það, í fyrsta þáttunum? Ég man ekki hvað þetta var í, það var í einhverju þætti. En þú veist, ef að fóreldrið er ógeðslega þreytt og bara búið að, þú veist, oh my god, reyna sitt allt besta. Já, ég meina að það sett okkur fyrir fram að sjóvarpa og horfa teiknimyndir alveg stundum, sko. Og þú veist, og krakkin hættir ekki, þá er það svo ok. En ef að krakkin er kannski helpepp að leika eða eitthvað svona shit og það er bara, nei, sorry, ég hef ekki tíma núna, fara bara iPadin, það er pirrandi. Mín skoðun er bara að það þarf að passa að börn náttúrulega fái líka tíma úti og með vinu sínum og þú veist, bara svona fyrir að vera börn. Já, þú veist, ekki Vá, við erum svo poetic. Shit. Börn verða að fá að vera börn. Ég menn, nei, bara hafi nóg af svona áhugamálum í margar áttir. Nákvæmlega, skapandi, ævintýra, ímyndunarafl. Þetta er allt í lagi, maður er ofta að gera eitthvað skapandi með börnum sínum og eitthvað. Ég veit ekki, ég náttúrulega ekki. Svo líka reyndar eitt hérna, þegar ég var að læra leikskólakennaran, þá hérna voru við samt að læra hvernig hægt að nota tæknina sér til hags. Já, þú náttúrulega ert alveg lærið í þessu. Ég var það alveg aðeins, sko. En þú veist, þá vorum við að læra hvaða leikir í iPad og tölvum eru actually þroskandi. Þannig það er hægt að fá fullt af öppum í iPad sem eru bara svona þroskaleiki. Við fórum oft í einhverja leiki í skólanum bara. Já, einhverja svona þroskaleiki sem að hjálpa manni. Starffræðileiki eða þú veist, orðaleiki eða eitthvað svona. Starffræði, orða, lita, alls konar svona þrauti sem var að gera. Ég meina það er gáðlegt, sko. Það er gáðlegt, skilur við. En ef þetta er bara eitthvað heilalist labúbú shit, þá bara heilalist labúbú shit. Ég get ekki labúbús. Fuck. Það var svona consumerism overload fyrir mig. Ég var bara hættið. Ég þóla ekki svona mindless consumerism, sko. Guð minn almáttugur. Oh my god. Ég reyndar, þú veist, ok, ég er alltaf að kaupa með demant og eitthvað, en oh my god. Það þurfti ekki allir eiga dúkkur með tennur. Ég meina, já, fólki í kommentarinu bara er að segja það saman við, sko, bara, þú veist það ekki, ég meina, leyfa börnum að leika með, þú veist, leikföng og bara fólkarnir geri nóg með börnunum sínum og svona, þú veist. Nákvæmlega, bara svo lengi sem það er jafnvægi á þessu. Og meðan það er jafnvægi. Eins og mér finnst gaman að spila, þú veist, tölvuleika og svona, en þú veist, það má ekki koma í veg fyrir, þú veist, vinnu og bara, þú veist. Að þú lifir. Já. Og sért að upplifa alls konar hluti. Og ekki vera það fastur í tölvuleika eitthvað að maður get ekki farið í sturtu, sko. Eins og margir, þú veist, spila World of Warcraft og eitthvað svona eru að stunda svolítið. Þannig að eru talandi um World of Warcraft og svona gamers. Ok. Er þetta segwayið þitt? Já. Ok. Hvað er það þér? Oh my god, hvað er samt World of Warcraft? Er það hérna svona frægur töluleikur eins og Fortnite? Mjög frægur töluleikur, já. Það er eitt af svona OG frægur töluleikurum, sko. Þetta var meira en 2 gúlpa sóp. Þetta var 4 gúlpa sóp, sko. Rauði Powerade, sko. Sjá þetta, sko. Bara fucking choka inn í næstu heila Powerade, sko. Heyrðu, já, sem sagt, titillinn á þessu er að spila tölvuleiki sem kona. Oh my god. Þetta er eftir, þessi afgangur, hann er deleted. Það er ekki username, það stendur bara deleted. Er þetta svona gælla sem að spilar tölvuleiki online og jörðu það fucking gæjum? Ég meina, þú veist, ég er að fara, þú fór að sér hvað Kottu með það. Þetta var með 20.000 uppbót, 927 komment og 9 verðlaun. Ok. Damn. Ég er komin að fucking þolmörkunum mínum, maður. Komin að Þorlákshöfn. Ég spila tölvuleiki. Stundum eru leikinni sem ég spila á netinu og með litlum raddspjalls eiginleika. Svo maður getur talað við liðsfélagana sína. Þessi eiginleiki er mjög gagnlegur því að það er yfirleitt frekar erfitt að eiga góð samskipti við liðið sitt. Vandamálið er að leið og þessi fucking fíbl heyra röddina mína missa þeir gjörsamlega vitið. Án gríns. Ertu stelpa? Farðu að mækinum tík? Vá. Shit, má ég segja þetta? Ég get þetta ekki, sko. Holy fucking shit. Gefumst bara upp. Við erum með stelpu í liðinu. Það er engin tilgangur að reyna.
Hvað er að? Hvað í alvörinu er að? Þetta crazy. Þetta eru frekar væg dæmi. Sumt af því sem hefur verið sagt við mig alveg virkilega fucked up. For fuck's sake, þetta svo pirrandi. Ég bara hætt að nota rattspjall at this point. Þetta postið. Ándjóks, veistu, ég hef séð svona vídeo á TikTok. Þetta ruglað, sko. Bara, það var gælla sem var að spila á netinu, hún tók bara upp, þú veist, gæjarnir voru bara eitthvað, oh, you have a girl on the team, go back to the kitchen, you slut, go make me a sandwich, bet you shower naked, you slut, sko. I bet you shower naked, you slut. Ég get þetta ekki, hvað er að þessum gæjum? Þetta bara eitthvað svona incel neckbeard sveiti guðra sem er náttúrulega bara í kjallaranum alltaf, sko. Ég ætla að skýta hérna pizzukassa og kalla þig fucking hóra því þú ert ekki með tippi. Og ég með tippi. Ekki þú heldur, skilurðu? Ándjóks. Já, svo ég öruglega þessi gauður einhverja mömmur sem eru alltaf að, þú veist, sjá eitthvað fyrir það, þú veist, ég veit ekki. Bara gauður, þú ert til út af konu, respect women. Þetta er crazy, sko. Fucking hell. Gott post. Nei, ég bara, veistu, ég hef séð svona vídeo og bara eitthvað reits sem byggist inn í mér að því ég er bara svona, af hverju eru svona dónalegir? Að því að hún er stelpa, má hún þá ekki spila tölvuleiki og hafa gaman að þeim? Nei, þetta er sko, hérna kommentin, eitt komment sem segir þetta er ástæðan okkur ég spila bara single player leiki, þú veist. Ángríns, same, actually same. Já, þú náttúrulega, ég er að segja, þú er gamer, sko. Þú er stelpu gamer. Já, nema ég, ok, kannski ekki alveg, sko. Ég er ekkert eitthvað gamer, skilur þú? Þú ert að spila Among Us og svona, sko. Já, en ég er... Þú ert að spila Among Us. Og er svolítið mikil gamer. Ég er samt aldrei undir stelpunafni í Among Us, sko. Among Us. Eitt komment hérna sem segir svipuð aðstæði finn út á sért þarna líka svört eða indversk eða eitthvað. Ándjóks. Bara, ert að grínast? Shit, sko. Ó nei, þú ert öðruvísi litur en ég. Núna ætla ég að rosta. Þú veist, hvað er hugsun á bakvið? Engin. Ég minna, þú veist, sumir eru bara... Heyrðu, Kellan Anna er komin á svona ventstig, sko. Maður það bara að vera eitthvað misjubúl til þess að vera að skíti yfir annað fólk, sko. Þetta er eitthvað... Bara svona mikið. Já. Bara eitthvað, ó nei, ég heyri stelpurödd. Má mér að vera dick. Já, svona er þetta, sko. Það er eins sem segir hérna að hún sé ógeðslega góð í leikjum og hérna shit-talkar hann mjög mikið og notar svona barnarödd þegar hún vinnur þá. Svona, var ég að rústa þér? Oh my god. Og hún segir að það látið að hætta oft. Hann er bara eitthvað, litli strákur, varst að tapa fyrir stelpu. Shit. Vá, ég myndi gera líka shit maður. Ég þori ekki að spila svona leiki á netinu með gæjum, sko. Nei. Unfortunately, bara ég skil mjög vel að spila bara single player. Já, svona, þetta var gott púst. Þetta var svo gott púst. Ég er að fíla þessi púst. Ég líka, þetta er bara líka svo, þetta á svo mikið rétt á sér, þessi púst. Já. Bara... Þetta er pirrandi, sko. Þetta er mjög pirrandi, þetta er alveg low-key pirrandi. Talandi gamers ennþá, en yeah, baby. Titillinn á næsta pústi er Please farið í sturtu áður en það fer út á almannafæri. Oh my god. Oh my god. Alltaf leið, ég er ready. I'm ready for this. Þetta er eftir notanda OK Suggestion 9038. Gott nafn. Já. Þetta er 4,3 uppbót, 410 komment og 3 verðlaun. Fíla. Ég vinn í almennri vöruverslun. Magnið af fólki sem fer út úr húsinu lyktandi svo kúkur út raskandi er stjarnfræðilegt. Að minnstakosti einu sinni á dag tala ég við kúnna og ég get varla haldið aftur á mér að kúa spennt fyrir framan hann. Má ég lendi þessu? Ég er orðið mjög góður í að fela viðbröðu mín sem hósta. Það hafa oft komið upp augnablik þar sem ég hélt í alvöru að ég myndi æla vegna fniksins af fólki. Holy fuck. Farðu í fucking sturtu, notaðu sviteldariði, notaðu ilmvann, hætt að fara í búðir beint eftir ræktina, farðu í fucking sturtu. Jokes. Hætt að láta annað fólk þurfa að þefa þessari ógeðslu líkamslykt, farðu í fucking sturtu, please. Oh my god, guys, fuck, hygiene people. Þetta er uppáðast, þetta er eitt uppáðast mitt, sko. Ari, manstu, þegar við vorum að vinna á fucking í sjoppinni. Ég man. Oh my god, og fólki kom inn bara augljóslega búin að velta sér upp úr fucking hestaskít. Það var bara greinilega búin að vera á hestbaki og bara detta baki svona 8 sinnum eða eitthvað. Það kom þessir hestamenn stundum og þessir sveitamenn, sko. Þannig að það er smá fníkur stundum. Smá fníkur? Þau voru í reiðbuxum og svona gummitúttum og svona, þú veist, og það var bara legit fresh hrossaskítur á þeim. Já. Bara fresh og þau kom bara inn í sjoppina sem allir voru maður bara eitthvað gaur. Stundum kemur einhver að kaupa fánavindla eða eitthvað, þú pakka því og finnur hann að lyktin út munninum á honum og þau langar að andast. Langar bara af því þeir líkt eins og þeir séu að andast. Þeir langar bara að tambusta því eftir það, sko, bara eftir að tala við hann. Af því lyktin
þurft að þefa 50 ára gamlum öskubakka eða eitthvað, það var sjúkt. Sumir samt, sumir þurfa... Sorry, það var svo fyndið. Tannbursta síðastur andfílu. Þetta eru gaurarnir sem að shit okkar konur í töluleikjum og svona, sko. Þessi sem eru það með mikla andfíla, maður þarf að tannbursta sig eftir að tala við þá. Þetta er svakalegt, sko. Það er samt svakalegt, sko. Sumir, ég meina, já, þú veist, það verður fínt þessum við myndum bara setja á sig sviðal þriði einstaka sinnum, sko. Mér finnst nógu slæmt að tala manneskjur og nýbúin að borða kaffi. Nei, drekka kaffi. Já. Og bara eins og þegar maður fer í Nexus, maður þarf að passa sig í anime-sexuálinu, sko. Ari, hættu. Stopp. Nexus er uppáhaldsbúð mín, sko. Já, mjög góð búð. Það er sumir hana sem ég setja á sig smá sviðaldri. Holy fucking shit. Ég hef orðið mest vör við þetta actually bara í afgræslustarfi, þú veist, bara vondarlykt af fólki. Já. Þú veist, ok, maður er stundum alveg með svitalykt eða táfílu eða einhver svona anskotan, skilur við. Já, það er í almenning þannig, sko. Nei, maður fer náttúrulega og þværfa, skilur við. Ég skil alveg, maður er búin að rotna heima hjá sig kannski 3 daga eða eitthvað, þú veist. Það getur maður svolítið sveittur, sko. Já, en þú ferð ekkert með pungsutafíluna bara eitthvað með almenning, skilur við. Maður er ekkert að wafta pungin út af almenna færi, sko. Oh my god, þessu verður að Gunnar var að elda. Nei, sko, Gunnar var að elda sveppi daginn. Já, það er bara brund. Og Egill bara eitthvað, hver kommaði eiginlega? Já, hver kipti kjúklingin á pönnuna, sko. Ari, hættu. Þetta er geggjavent. Þetta er gott vent. Ég er mjög sammála þessu vendi. Líka, holy shit, maður. Heyrðu, já. Næsta sveimiðina, en titillin er helviti góður. Helviti? Ég er svo þreyttur á því að fólk haldi að ég sé bara ok með rasisma, kvenfyrirlitningu og homofóbíu bara því að ég er gagnkynhneigður hvítur karlmaður. Hell yeah. Þetta er eftir notanda SADS6900 Nei 11.000 upvotes, 241 komment, 2 verðlaun. Þetta er góð yfirskrift, sko. Já. Fucking love that. Ég er svolítið sammála þessu. Ég er bara mjög sammála. Næstum á hverjum degi í vinnunni fæ ég að minnsta kosti einn vitleysing sem kemur inn í búðina og gerir eitthvað tengt því sem ég nefndi hér að ofan. Láttu mig þekkja það. Það er stöðugt. Fólk kemur inn og gerir alveg augljóslega dónaleg sexist ummæli kvenkins samstarfsfélaga sem standa rétt til hliðina á mér. Það er talað illa spænsku fjölskylduna sem ég er nýbúin að eiga viðskipti við bara því þau tala spænsku og sumir henda bara í eitt svakalegt N-orð með hart R. Oh my god. Já, that's crazy, sko. Þegar þið segja einhverja sögu eða þið fara pólitískt og byrja að tala samkynhneigt og transfólk á mjög niðrandi og fyrirlitnilegan hátt. Það halda allir svona að ég sé vinur þeirra og hugsi eins og þau, en allt sem ég get gert er að standa þar og þola þetta innan gæsalappa. En í hvert skipti sem þetta gerist cringea ég líkamlega og verð vandræðalegur fyrir þeirra hönd. Það er crazy að þetta séu bara raunverulegir einstaklingar. Holy shit, hvað ég fucking sammála? Já. Þetta grínast í mér, eða? Þetta er svolítið crazy. Oh my god. Ég tengi hart við þetta því að ég er gagnkynhneigður hvítur karlmaður. Gagnkynhneigður hvítur síðis karlmaður? Já, þú hefur oft lent í að bara segja fólki að þú sért ekki sammála og segja þið bara actually þegja. Já, það er samt að það eru mörg skipti náttúrulega í fortíðinni sem ég er ekki, ég hefði átt að kannski bregðast aðeins öðru sér við, sko. En þú ræður ekki hversu heimst fólk er. Það er stundu sem maður svona þurfti innan gæsalappa þoleta eins og það sagði, sko. Já, fólk má líka bara passa sig á því sem það segir. Já, eins og þegar maður er í vinninu og svona, þú veist, eða einhver vinur sagði eitthvað heimsulegt eða eitthvað, en þú veist, ég meina, ég reyni allavega, þú veist, þess að svona að segja MSU hálfvitar, eða þú veist, svona að kolla það meir út en ég gerði, kolla út, já, ég reyndi að tengja líka þegar ég var yngri þá þorði maður svo meðvirkur, sko maður þorði kannski ekki að segja eitthvað ef það var eitthvað svona leiðileg koma maður svona gett meðvirkur með þegar maður ætti kannski að speak up og vera bara, jó, þetta er ekki lægi, skilur við, halló maður er ekki sáttur með öll hvernig maður brugðist alltaf við, sko brjóst kona, Nei, þú veist, þetta er sant í alveg, holy fucking shit, þetta er svo fucking shit, þetta grínast, maður hefur fengið svo mikið á svona comment, oh my god bara sérst, ég er alltaf að tala afgreiðslu, en þú veist, fólk leyfir sér allt við afgreiðslu fólk, það er bara þannig, það er óþolandi. Það er mjög mikið þannig. Ég fekk einu sinni bara eitt mest racist símtal sem ég, sko, þú veist, ég vil alltaf segja frá því, sko, eða þú veist, þannig að þegar ég var að vinna í sjoppunni. Já, segðu mér. Það var eitthvað gauður að spyrja hvort að við værum með mat hann í sjoppunni, af því að hann vildi ekki fara á þennan matstað sem hann var búin að sjá að því að það var lítið fólk að vinna þar eða eitthvað, þú veist, já, bara crazy. Gaur, holy shit, ég veist ég er flabbergasted bara every day. Ég bara ég minni að það er rétt, sko, yfirmanninu mínu síma bara því að
Ég bara þú gast ekki þetta. Ég bara vissi ekki, ég gat ekki sagt neitt. Bara hvað ertu að bara, ég var stönd. Og svona frýs hálfpartinn. Já, maður frýs bara hvað er að gerast. Líka þegar fólk er að rífast eins og bara, þú veist, tökum bara sem dæmi núna undanfarið, þá verið búið að rífast yfir regnbogafánunum. Þú veist. Já. Ég get ekki, þú veist, ertu að grínast í mér bara eitthvað, já, og við ætlum að rífast yfir því að fólk sé trans eða gay eða bi eða eitthvað skilur, þú veist, það er fólk að deyja í heiminum, það þarf ekki að rífast yfir einhverju fána meðan þú borðar 14 ára gamla ostiðin, þannig að fucking privilege bitch. Þetta er náttúrulega bara einhverju fá þetta sem gera, þú veist, allt sem ég getur til þess að halda áfram að vera í þessum helvíti stjórnmálaflokkum sem fá innkomur sem heldur stjórnmálaflokkum sem þeir eru í. Já, þetta er crazy. Það er mikilvægt sem, þú veist, náttúrulega hvít manneskja að kolla þetta út, þú veist, núna, þú veist, þegar önnur hvít manneskja eða eitthvað þarna kemur og er að segja eitthvað svona, þú veist, óþolandi við, sko, þú veist. Já, ég geri það alveg núna, ef mér finnst einhver vera að fara svolítið yfir strikið og þótt að sé bara dans á línu, þá er ég bara eitthvað, þú veist, þetta er ekki fyndið. Ef þið finnst þetta fyndið, það máttu fokka þér. Nákvæmlega. Við vorum alltaf að vinna með ógeðslega mikið pólsku fólki í sjoppunni. Yndisleg fólk. Fokkin, þau eru yndisleg, bara án jokes, bara love them. Ógeðslega dugleg, bara eins og við öll hinn, skipti engu máli hvaðan við vorum. En það var einhver gæi sem kom einhvern veginn á kassan til mín og var bara eitthvað, já, ég er nú ekki að nei, ég ætla ekki að segja þetta maður. Ég var eini Íslendingur sem var að afgreiða fram með, hann bara eitthvað, ég fer ekki á hinna kassana til þess að helvitis pólveri, alltaf eitthvað svona. Shit. Maður er bara eitthvað, þá var ég bara eitthvað gaur, það grínast í mér eða, þú veist, mann langar bara valla að afgreiða svona fólk, sko. Þú veist, já, það er nefnilega það. Þú veist, það var pirrandi partur, maður þurfti og svo bara að afgreiða. Lóð mér að fá 2 fánavindla. Já, ekki gay fánavindla. Oh my god. Oh my god. Holy shit. En þannig, já, maður reynir að gera þetta meira nú til dags, eða þú veist, maður tekur svona meira eftir þessu, eða þú veist, skilur hvað ég meina? Ég skil mjög mikið hvað meinar, af því að ég tekur svona mikið eftir þessu líka, þú veist, og líka bara, þú veist, bara að kolla út fólk er svo, þú veist, það er svo fólki finnst ekki gaman að dansa á línu og vera bara, ég er ógeðslega fyndin af því ég er privileged white people, þú veist bara hvað er að? Ég er ekki privileged white people. Hvað er þetta að segja? Fuck. Þetta er gott púst. Þetta er gott púst. Ég fíla þetta, sko. Já, það er kommentina sem segir bónusinn er að maður veit að manneskja sem er að tala við er helvítis rasshaus. On jokes. Fordómafullur rasshaus. Djöfull er til mikið af fordómafullum rasshausum. Þetta er slati. Af hverju? Af hverju vill fólk vera þannig? Ekki spyr mig. Nei, alvegni. Stundu, ég vil líka, sko, ok, ég náttúrulega er svolítið millennial, hann ég er náttúrulega á Facebook, sko, annað en sumir. Sumt fólk á Facebook er ógeðslegt. Ég ætla að tala mig, já. Sumt fólk á Facebook er bara ömulegt, alltaf svona, með einhverja svona hæðni í kommentunum, alltaf að segja eitthvað svona ógeðslega dansandi línunni og bara, þú veist, sumt fólk er bara þvílíkir rasshausar í kommentunum. Já. Og maður er bara, af hverju viltu vera svona? Kommentakerfið, þetta er hættulegt. Já, tjók. Það er bara, af hverju vill fólk vera svona? Bara, oh my god, nú ætlum ég að vera ógeðslega kaldhæðin og kostna einhvers annars og gera grínaðunum að því að mitt líf er miserable. Ég ætla ekki að segja að ég hafa ekkert verið með neina fordóma allt mitt líf. Eða, þú veist, ég hef ekkert sagt ekkert fordómafullt allt mitt líf, þú veist, Já, en fullorðið fólk, Ari. Já. Fullorðið fólk á ekki láta svona. Alls ekki. Holy fuck. Við erum mjög dómhörð í dag. Eða hvað? Nei, það er gaman. Það er bara skemmtilegt. Við erum að venta. Einnina sem segir I feel your pain. Ég vinn í sjoppu, same shit. Ég get ekki trúið þessir fokkarar eru alvöru. On jokes. Vá, ég bara tengi innilega við þetta komment. Já. Bara er þetta fólk alvöru eða? Einnina sem segir að lætu þig maður spáir í hvað þeir eru svona og hvað er insecure, fucking, hvað er það? Óöryggir. Það lætur maður spá í hvað þeir eru svona óörugg með þessar manneskjur. Nákvæmlega. Vilja þau lifa í heimi þar sem allt er bara eins? Það er ömulegt. Pældi velli verið bara eins. Það var fokkin ömulegt. Það var eftir liðlega, sko. Ég hafði þessu stundum, ég hef actually haldið þegar ég var að afgreiða einhver gæja að það væri falið myndaður lengstar. Er þetta djók? Þú ert í tekin. Er þetta tekin með þetta blöð eða? Oh my god. Herri, já, þetta er gott púst. Þetta var gott púst. Ég var að fílda púst. Ég get ekki hætt. Næsta púst er titillinn á því er hættu að búkljóða og stynja þegar þú pissar. Búkljóða? Hættu að búkljóða og stynja þegar þú pissar. Hvað er það á ensku? Moan and groan eða eitthvað. Stop moaning and groaning. Hættu að búkljóða og stynja. Hættu að búkljóða og stynja þegar þú pissar. Þetta er eftir notata OK Advertising 1000. 6,5 þúsund upvotes, 1,3 þúsund komment og 0 velun. Damn.
Ok. Ég meina, það eru flesti póstar ekki með verðlaun, en Nei, ég meina, þú veist. Ég er að nota almenna klósettið í vinnunni og það er einn vinnufélagi sem stynur, búkljóðar og prumpar í hvert einasta skipti sem hann fer að pissa. Holy shit. Og ég sitt hann og þarf að hlusta á það. Hvað ná, þetta með hann er á dollunni eða? Holy shit. Það er svo ógeðslegt. Af hverju getur fólk ekki bara verið eðlilegt og hætta hljómið svo að sé að kirkja kjúklingin og hann í piskáin? Jesus, oh shit, ég get ekki. Oh my god. Það er engin ástæða til að gera þetta shit. Þetta er virkilega nasty. Hvað er það bara eitthvað við pissuskóla bara Bara Svo bara eitthvað þú veist Nennir að gera hljóðum bara svona frá því sem manneskjan mætir í pissuskólan og þá til hann búinn. Klóra sér sko. Hristan sko, hristan. Það var góður. Blessa Jón. Það er besta soundeffekt sem ég hef heyrt í lífinu mínu. Holy shit, er þetta svona? Á kallaklástum við það? Nei. Er fólk bara eitthvað að búkljóða og stynja? Ekki á Íslandi. Bara moaning and groaning. Það nú alveg stundu við hlýðina okkur gömlu kalli í písukálinu eða eitthvað, hann þú veist alveg, ég meina hann ströggla aðeins, en þú veist það er aðskiljanlegt. Hann er svolítið gammal. Rempust. Já. Ok, ég ætla ekki að spyrja henni sér meir út í þetta. Þetta vent er absolutely iconic. Þetta var Piss ASMR með Ara. Andján! Það er eitthvað setið áhugavald í eirinu eða vil ég Piss ASMR. Já. Better to piss in the sink than sink in the piss, sko. Better to come in the sink than sink in the cum. Herðu, nú hætti þú. Kviksyndi, sko. Já, kviksyndi. Þetta var gott vent. Þetta var vent. Svo sannarlega. Ég meina, ég persónulega ekki lent mikið í þessu, sko. Ég meina, ég hef ekki lent í, oh my god, ég hef samtalið lent í undarlegum hlutum. Maður reyndar að lent í, þú veist, einhver er bara holding on for dear life, kannski í næsta, hvað segir maður, klefa. Næsta klefa, næsta bás. Harry! Þú er náttúrulega ekki hægt, sko. Holy fucking shit. Já, það eru tekið. Gæir, ég er að andast. Holy fucking fuck. Oh my god, ég get ekki. Þetta er það sem ég að segja, sko. Ég hef ekki lært mikið í þessu. Þannig að erum við að tala áfram skrýtnar klósett upplifanir? Já, Ok. Kottu með eitthvað. Þegar ég var að vinna í sjoppunni, þá Þá skeistu? Nei. Jú, ég skeit stundum, en þú veist, ok, sko, þegar ég var að vinna í sjoppunni, maður fór alltaf að þrjá klóstin reglulega. Já. Í eitt skipti sem ég fór að þrjá klóstin, þá var búið að skýta á vegginn í einum bás. Új. Ég er ekki að grínast. Hvað ertu bara að standa upp og miða á vegginn og bara, þú veist, what the fuck? Ég er reyndar heppin að ég lenti aldrei í einhvern þannig, sko. Ég lenti í þessu einu sinni og það var líka, þú veist, andjóst, á vaktinni, það var líka bara, þú veist, það var bara svona elimination, bara hver er að fara að þrífa þetta upp, skiljur, og það endaði bara á mér. Bara eitthvað frábært, takk fyrir ekkert. Og svo annað sem ég lendi, að við mamma lendu saman í Guðmund almáttur. Við vorum á klóstinu, hvar var það? Einhvers staðar á Vestfjörðum. Ég man ekki hvar það var. Þetta er svona búð og svo að hornin á búðinni það er klósett. Ok, við mamma vorum frá klósti og vorum búin að bíða. Ok, svo loksis fokkin opnast hurðinu, við getum farið á klósti. Og ég beið. Andjóks! En svo loksis opnast hurðinu og það koma 2 konur út, skilurðu. Og ég og mamma bara eitthvað covered in shit. Nei, alls ekki. Og ég og mamma förum eitthvað inn á klósti og ætlum bara að drífa okkur að pissa. Heyrðu, ég get ekki haft þetta með í podcastinu. Ég get það ekki. Ekki? Bara að því að klósitið, oh my god. Alltaf fram. Ég get ekki haft þetta með. Alltaf fram. Þetta er alltaf mikið. Við erum bara að tala um crazy shit hérna, sko. No pun intended. Sko, klósitið, það var fullt af píkahárum, sko. Bara fullt af hárum. Já, ok. Ekki höfuðhárum, heldur bara svo stuttum hárum og við vorum bara eitthvað, ok, þær voru að greinilega raka sig ofan í klósettið. Já, ok. Og þú veist, við vorum bara eitthvað, hvernig eigum við, þú veist, við máttum bara þurrka það af áður en að við gátum nota klósettið og við settumst ekki, við hoveruðum, sko.
Þetta var ógeðslegt. Ég hefði frekar bara að færa það pissu út. Nei, já, en við erum ekki með tippi. Já, ég að tala ef ég væri kona. Ég hefði frekar að færa það pissu út. Þetta var, þú veist, þetta var ógeðslegt, sko, líka, þú veist, þær voru svolítið vandræðar þegar þær kom út. Já. Þú veist, maður bara svona... Ég myndi vera alltaf vandræðar að ég var að raka á mig punginn inn á klósti og einhver var á eftir mér, sko. Þetta var ógeðslegt. Við líka mamma, hún sko minnist á það reglu, hún bara eitthvað, Minnist á það reglulega? Nei, því þau eru með ferðarþjónustu, þau eru með gistiheimili. Sjátt á það, skilurðu. Og hún oft segi bara eitthvað, já, það er nú bara búið að ganga bara nokkuð vel allavega ekki eins og að þú ekki segi, við lendum í Anna Kristín, þú veist, hún er alltaf þurft að þrífa þannig í gestahúsinu. Nei. Þetta er svolítið crazy, sko. Jú, ég lendi einu sinni þegar ég var inn í sjoppu, sko. Allt gerðist allt í sjoppunni, sko. Allt gerðist allt í sjoppunni. Þetta var bara líka, þetta við þjóð 1, skilurðu, halló. Já, það var við starfsmannainnganginn, einu sinni þegar ég var að mæta í vinnuna, bara klukkan 7, sko. Nei. Það var bara einhver búinn að shitta bara rétt fyrir utan starfsmannainnganginn. Nei. Jú, bara bakvið. Tissue og skítur. Ói bara. Þetta er crazy, sko. Já, Af hverju alltaf tala fucking kúki þessu podcast? Ég veit það ekki. Ándjóks, við erum bara eitthvað obsessed. Hvað er þetta? Ég veit það ekki alveg. Holy shit. Hætta búkli og stinja þegar þú pissar. Það er það sem við erum að tala Vá, við erum svo mikið fyrirldi. Já, þetta er gott púst. Þetta er eitt af því betra. Við skulum fara í eitthvað annað. Við skulum fara áfram veginn. Næsta púst. Rör. Hljómar svo. Ég hata að byrði getnaðarvarna lendi alltaf á konum. Sama hér. Þetta er eftir notanda Bisexual Butterfly 97. Er það ég eða? Nei, það er svona lol. Frá 96. Já, reyndar, en ég er alveg hitt, sko. Bisexual Butterfly. Ég alltaf að segja við sem fyrirldi. Þetta er með 5,2 þúsund upvotes, 1,6 þúsund komment. Never mind að konur geta bara orðið óléttar einu sinni á það bili 9 mánaða fresti á meðan karlar geta gert 100 konur óléttar á ári. Jokes. Konur þurfa líka að láta tróða getnaðarvörn í handlegginn eða leiða á sér eða taka pillu sem ruglar í hormónunum. Þetta er fáránlegt. Þetta er fucking fáránlegt. Konur þurfa að þola bæði meðgöngu, fæðingu og getnaðarvarnir. Og brjóstakjöf og meðgönguþunglindi og fæðingaþunglindi og svefnleysi. Þetta enda bara á bú. Jokes, bú. Já. Bú. Og jarðarberja emoji eða eitthvað. Jarðarberja emoji. Slay. Ég skildi ekki alveg. Þetta er gott vent. Þetta er allt, sko. Sammála, er þetta allt? Já. Ég er bara sammála öllu orði. Hver einasta orði, ég er sammála. Já. Þetta er bara mjög pirrandi. Það er gott að fá henni skoðun sem hvern maður. Já, þú veist, ég meina þess að hormóna getnaðarvarnir, þær eru náttúrulega fokk upp í hormónum á þér. Þú er kona. Ég er svo sannarlega konari, má segjast. Já. En ég meina, þú veist, þess að getnaðarvarnir, þær eru að fokk upp í hormónum á manni, skilur, og fokk upp í túrringnum og maður veit ekki hvað, skilur. Já. Og þú veist, bara... Það er náttúrulega, það er hægt að setja smokk á sig, sko. Það er... Já, en þú veist... Sumir eru svolítið sérstakir. Sumir? Já. Æ, það er svo að fara í bað í öllasokkum. Ég get ekki, ég mála og hann er svo allt og stór. Það passar ekki á mig. Ég set smokk, sko, utan höndin á mig, sko. Það sprakk ekki, sko. Já, ég er mjög sammála, sko. Og þetta er mjög pirrandi. Já, svo er pirrandi. þetta að klippa hana, hvað heitir þetta, hana, á eistólum, hana... Sæðisleiðarann? Já, eitthvað það. Til þess að þú komið ekki í sæði með þú sem... Ok, hvað erum við að tala um? Hvað heitir sæðgerðartur? Fokk, hana... Ég veit það ekki, maður. Já, þú veist, það er klippt á eitthvað hana í eistólum. Frumur og gellingar. Þú veist, það er að tengja eftir seinna. Já, það er hægt. Ég meina, það er nefnilega hægt, en það er samt örgulega riski, skilur upp ef þú vilt bara geggja mig ég held nefnilega nú til þess að þetta sé ekki riski, sko. Alltaf, ég er ekki með teipi, ég veit þetta ekki. Ég veit ekki alveg. I don't know, man. Ég meina, það er alltaf verið að tróða einhverju á og inn í konur og eitthvað svona, þú veist, þegar getnaðarvarnir og eitthvað svona. Hvort maður bjóða þér pillu sem þú þarft að taka daglega. Eða setja konur í píkuna. Eða viltu fá staf í hendina undir skinnið? Eða viltu fá likki upp í leiðar í 6 ár? Það grínast þér það? Og það er líka bara no warning og no medication. Þú fær enga warning og þú fær ekki neitt lyf. Það er bara eitthvað, jæja, here we go. Þú veist. Fucking eat that, you slut. Gamli, máttu ekki bara eitthvað svo gesturinn sem Anna gerði með þessu. Þetta er bara stungið. Þetta er bara eitthvað gjössavel. Eitt stykk fucking likka upp. Eitt stykk likka upp í þig. Þú ert svo fyndið, sko. Nei, bara, þú veist. Þú vilt ekki eignast börn. Æ, nei, ok, hérna er metalstykki sem fer upp í fucking innibliðin. Já. En ég meina, við erum svolítið reið, Ari, í þessu þætti. Nei, ég er bara að lesa það sem fólk er að skrifa. Já, algjörlega. Þetta er ekki mér að kenna.
Þetta er ekki þér ekki Nei. Ég er kannski svolítið reiðið sem þetta Já. Ég er bara svo meðvirk Þú ert líka kona. Nei, ég er líka bara svo samdun Ef einhver er að venda, þá er ég svo sammála Ég er bara, já, þú veist, bara, ég er svo sammála Ég get vendið, bara, tell me all about it, skilurðu Ég bara vil heyra vendið þitt Já. Bara segðu mér allt vendið þitt og ég tek undir Nema þú sért fucking rasísk eða leiðilega fuck off Já, það eru svolítið öðru sér vend Það eru bara vitlýsingar Það eru svona vend sem koma upp á, þú veist, miðflokksvindið eða eitthvað Kari! Stopp! Heyrðu, við skulum fara bara í næsta Þú ert ekki hægt Ok, titillin á næsta pústi Titillin á næsta pústruri Volkswagen Das Auto Ok, þetta var actually banger Das Auto Farð þú að tala auglýsingar eða eitthvað? Já, það var, ég ætla ekki að segja nei bara eitthvað flott rödd og tekittilsljóð í hlátur Flott rödd, þessi rödd á að vera flott Ok, fuck Þungur limur Geir! Heyrðu, já, komdu með næsta vend Hann er svo ríkur en gefur aldrei neitt í pottinn Wow Það er titillin White Man number 5 Ok Ladies and gentlemen, this is White Man number 5 Ari, komdu bara Söguna 60626 undirstrik love er notendanamnið á þessum Þetta er svo kaotíst eitthvað Já 1,5 þúsund upvotes 584 komment Slay Í vinahóknum okkar er maður sem er læknir og lifir mjög naumhyggilegu lífi Hann er á 50-aldri þannig að sparasemi hans er ekki út af námslánum Hann fór í grunnnám á fullum styrk og ég veit ekki alveg með restina en hann býr í stúdíóíbúð og lifir mjög einföldu lífi Gott hjá honum, ég er ekkert að gagnrýna það Allavega í hóknum okkar mætir hann alltaf í veislunar okkar og kemur aldrei með neitt Jafnvel þegar fólk á að koma með eitthvað til að deila með öðrum Dick Ekki einu sinni kexkassa eða eitthvað slíkt Hann nýtur alls án þess að hafa lagt neitt til Það sem fer mest í tauganar á mér er að hann finnur alltaf eitthvað til að kommenta á föti mín eða útliti mitt Hálsmenn, af hverju að eyða peningum í það? Merkjastriðaskór, af hverju að eyða peningum í það? Ég gef gjafir, meira að segja honum og hann veltir því fyrir sér af hverju ég er að sé að sóa peningum í gjafir eða sóa, þú veist, í gæsalöpum, sko. Ég þóli þetta bara ekki, þess vegna þurfti ég að pústa aðeins. Allir sameiginlegu vinnur okkar dýrka hann, en þeir taka líka eftir þessari hegðun, svo takk fyrir að hlusta. Gaur. Þetta er gaur. Nei, sko, ok, maður þarf ekkert endilega að kaupa, maður þarf ekkert að kaupa sér hálsmenn og merkja föt og eitthvað. En ef mann langar til þess ég gera það Já, þú veist ef mig langar í eyrnalokka eða hálsmenn eða einhver merkjaföt eða eitthvað skiluru þá ger ég það, skiluru en þú veist, mér langar reyndar ég er ekki, skipti mig einhver máli í hvað merkjum ég er aldrei í merkjum nefnilega skipti, sko, út í Budapest, ég misti mig út í Budapest ég veit, ég var að missa það, ég var bara gaur það bara ómikið að merkjum já, svo geggjun í föt núna, já, fucking Puma buxur og Puma þú varst mjög mikið að merkjum öll merkin og ég er bara alltaf bara eitthvað í svörstum leggings og einhverjum big size ball og bara, big size balls já, en þú veist, þetta er svona ok, þessi gæi er bara það mætti halda að vera undirbúið sig fyrir þú veist það mætti halda að vera undirbúið sig fyrir svona, þú veist, bunker time þegar þú veist, þegar það hægt að gera næstu þú veist, það mætti halda að vera undirbúið sig fyrir að búið til svona bunker eða eitthvað fyrir næstu heimstyrjöld nei, næstu svona, þú veist, zombie apocalypse eða eitthvað skilur bara ef þú ert læknir og býrð í stúdíóíbúð og átt shit nóg mikið af peningum allt er lægi, þú mátt gera það sem viltu peningin en þegar það er eitthvað svona sammeilegt og allir er kontributa þá verður þú líka maður verður að setja eitthvað í pottin sko. eða það er Pálínubóð og allir koma með eitthvað nema þú en þú er samt til í að borða allt í Pálínubóð sko. það er fucking weird það er weird, skilur hann þarf ekkert að kaupa þessu merkjaföt á hálsminni eða hann vill það ekki, en hann þarf sem heldur ekki að dæma þá sem gera það, skilur sko. þannig að, þú veist það er leiðilegt sko. Ég líka, og svo líka bara, þú veist, maður deyr einhvern tíðan maður deyr einhvern tímann maður þarf að njóta lífsins aðeins en mér langar eyrnalokka, þá fæ ég mér eyrnalokka ég er að fara að deyja einhvern tímann já, ég ætla að gera skemmtilegt shit á meðan ég er að lífa það er rétt, nákvæmlega ég ætla að kaupa með kúlföt þessum ég langar í nákvæmlega svona fólk er að það er böggandi þetta er pirrandi, sko ef þú ert nískur to that point að þú veist að þú getur ekki kontributa í það sem allir aðrir að kontributa þú veist, come on þetta er svona Jóakim Aðalund-kór þetta er pínu Jóakim Aðalund-kór hvað? Pínu Jóakim Aðalund af því að maður, þú veist, svona típur þær verða leiðilegar, skilurðu maður þarf að gera eitthvað með í lífinu heldur en bara að kaupa, þú veist, bara það sem maður þarf og bara, þú veist, mér finnst það allavega mér finnst það líka, sko ég meina, ég er ekkert eitthvað rich bitch, skilurðu en ég samt, þú veist rich bitch? Ég er ekki þannig, alls ekki, enga veginn en ég er samt bara mjög privileged
þú veist, ég get keypt mér striga og málingu ef mér langar til þess og ég er ekki að fara ekki gera það bara því ég er að spara pening. Já. Þetta er áhugamál og mér langar til að gera það, þá er ég að fara að gera það, skilur. Áhugamál? Áhugavert áhugamál. Áhugamál. Og líka bara með annað, skilur, ef mér langar í eitthvað og ég á pening fyrir, þá er ég að fara að kaupa mér það. En maður verður samt líka að passa sig á að spara, skilur. Já, maður verður alltaf að spara og eiga. Nei, en ef þú ert farin að spara þannig að þú veist læknir og ert með ógeðslega mikið peningi á mánuði og ert, þú veist, velgerðara læknir og það er impressive, sko. Já, og fucking impressive og lifa í, þú veist, gett lítill íbúð þá áttu greinilega ógeðslega mikið pening, það er alltaf lifa little, skilur. Lifa little. You are allowed to do that. Eins og, þú veist, hemmingun einhver staði örugglega. Já, bara maður Harry. Ég veit ekki. Bara maður verður að lifa sér að lifa líka. Já, maður þarf að gera það. Að við getum dreipist hverja sem er. En ok. Hvað með það? Nefnilega, maður getur lent bara í bíslýsa á morgun eða bara eitthvað eftir 5. Oh, fuck. Let's go. Heyrðu, já, þetta er góð púst, ég fíla svona púst. Eitt komment hérna, Anna. Það er því hún er að býta mækinn, sko. Ég vildi ekki til síðast þetta sem hún gefur. Þetta var impulse decision. Ein manneskja segir, af hverju þetta kaupa gjafir fyrir einhvern sem appreciate, kann að meta. Sem kann ekki að meta. Já. Reyndar, ekki að kaupa gjafir fyrir einhvern sem kann ekki að meta. Sem er bara drullu sama. Þá ertu líka reyndar að waste your money. Já. Ein manneskja segir næst þegar hann kommentar á fötin eða eitthvað, spurði hann bara hvað er nákvæmlega það sem hann er að seifa svona mikið fyrir, eða þú veist að... Já, bara hvað ert að safna fyrir, hvað er hann að safna svona mikið fyrir? What are you saving up for, skilurðu? Já. Og líka bara hægt að kommenta á fötin, í hverju vill hann að hún sé í? Þú veist, hún getur líka spurt bara, ok, hvað myndir þú vilja ég sé í? Nær í fötin. Ói, bless. Þú myndir mig á Níels svona steinda karakterinn. Hæ Jóhanna. Hæ Jóhanna. Hvernig nærðu svipur svona vel? Halló Jóhanna. Ari, þú ert þetta ógeðslega líku vel að netto. Nei. Mjög. Nei. Jú, þið eru alveg eins. Nei. Ég geti sett ykkur hlið við hlið og þið eru alveg eins. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Ari, víst. Nei. Víst. Ég er ekki líkur Villa Netto. Þú ert alveg eins og Villa Netto. Hættu þessu. Bara að segja. Þetta er alltaf, hann er fyndin og awesome gaur. Hann er á eitt finnasta myndband sem ég sé, sko, þegar hann er í Reykjavíku, fittinu, hann klæddi sig sem Jack Black í Nacho Libre og gerir hann atriði það sem er í recreation clothes. Ok, ég hef ekki séð það, en hann er fucking fyndin og hann er awesome líka, þannig að Sperrir svona raskandi á sér, það er frábært. Ok, Ari, vertu bara glaður, þetta er kompliment að ég sé að segja og sért líka Villa Netto. Já, þú veist, ég er ekki að segja, ég elska Villa Netto. Já, ég líka. Þú veist, hann bara, þú veist, já, ég sé þetta ekki, mér finnst ekki að líka. Veistu, þegar við erum að horfa á áramótaskaup og hann kom á skjáin, það voru allir bara, hei, þetta er Ari. Já. Hann er bara alveg eins og þú og þú ert eins og hann. Já, ég mitt. En ein mannskjarna sem segir, hann er ekki minimalist, hann er bara freeloader og cheapskate. Vá, satt. Já. Þetta grínast. Svolítið crazy, sko. Það er svona ekki bara, þú veist, alltaf leið að vera minimalist, en þegar þú ert orðin svona að lifa á einhverjum öðrum til þess að þú getur spara sem mest og eitthvað, maður er bara svona, come on. Nefnum og eigir bara virkilega peningalega erfitt, skilurðu, það væri understandable í þeim aðstæðum. Já, þegar við erum búin að establisha að þessi manneskja er mjög rík. Já, hann er ekki, þú veist, that's the point, hann er ekki að eiga erfitt peningalega séð, skilurðu. Kom eina eplaköku í, þú veist, fokkin. Komdu með eina fokkin eplaköku, skilurðu. Eitt stykk heitar rétt, eitt stykk. Þetta var gaman, þetta var gott fúst, ég fíl það. Rör. Mér finnst gaman að kaupa hluti allavega. Mér finnst líka gaman að kaupa hluti. Stundu kaup ég reyndar óþarfa hluti sem ég vantar ekki. Já, þú veist að gera það allir heldur, sko. Já, því miður. Nefnum svona nýskupúkar. Ekki þessi. Jókim Aðlund. Svo sannarlega ekki þessi. Heyrðu, við skulum fara í síðasta pústið hennan, síðasta ventið. Síðasta púströrið. Það er trigger warning fyrir hennan, þannig að trigger warning? Já, þú veist, þið bara spólir restina af þættinum, þú veist. Fyrir þá sem vil ekki hlusta, trigger warning eru transfóbía, hatursorðræða og andleg erfiði. Ok. Ef þið viljið ekki hlusta neitt þannig, þá skulið þið bara annarkvort skipa eða hætta að hlusta. Hætta að hlusta, ef þið gerir það, það var bara gaman að fá okkur. Já, bara takk fyrir, ef þið farið núna eftir trigger warningið. Já, titillinn er sem sagt ég hata að vera trans. Æi. Þetta er svolítið crazy, sko. Það er ógeðslega leiðilegt. Þetta er eftir notanda sem heitir Rainy Cereal. 6,2 upvotes, 849 komment, 6 verðlaun. Minn en 1% fólks í heiminum er trans. Meiri hluti heimsins lítur á mig sem einhvers konar rusl. Fólk virðist halda að börn séu auðvitað bara breyta eða limlesta kynfæri sín. Það gerist bara ekki. Margir virðast halda að þetta sé ákvörðun tekin í fljótfælni. Það eru endalaus viðtöl, mat og skimanir. Það er eins og einhver spyrji, ertu alveg vissum að vilja þetta 1.000.000 sinnum áður en það er einu sinni íhugað að leyfa menn að gangi gennum læknisfræðilega kynleiðréttingu? Ángríns.
Við erum svo örlítið, pínulítið hlutfall í heiminum og samt eru fjölmiðlar þjálfaðir og beittir til þess að dreifa rangfærslum transfólk. Jöp. Ég vil bara lifa eðlilegu lífi. Ég á mér vonir, drauma og markmið. Ég hef hugsanir, tilfinningar og skilningavit eins og hver önnur manneskja. Ég vil ekki vera drepinn eða beitt ofbeldi. Ég vil ekki liggja vakandi klukkan 3 nótt rífandi í húðina á mér í vonum að geta einhvern veginn endurðað líkamannum og andlitinu mínu. Mér langar ekki að líða eins og heilinn og innyflin sé að brána af því að ég fættist ekki eins og ég vildi vera. Ég vil vera hamingjusöm. En af einhverju ástæðu hefur meirihluti fólks einhverja þráhyggju gamalt fólki eins og mér. Hvað hef ég gert? Á hverju verið að kalla mig barnanýðing og frík þegar það eina sem ég geri að læra heima, vinna, borða og sofa. Ef ég geti ítt á hnapp sem myndi gera mig sískynjaða, þá myndi ég gera það. Algjörlega. Af hverju myndi ég velja, innan gæsalappa, eitthvað sem einkennist að mestu leyti af þjáningu? Af hverju trúir fólk öllum þessum augljóslega röngu hlutum? Ég greið! Þetta búið. Holy fuck! Þetta svolítið klikkað, sko. Oh my god! Nei, bara greið. Ertu að grínast eða? Já. Pældi ég að þurfa að lifa svona? Bara eitthvað, já, út af því hvernig mér líður og hvernig ég upplýði sjálf mig. Á ég hætti á því að verða drepin og fólk bara helli sér yfir mig, hvort sem að sé andlitið á netinu og bara fólk afneiti mér. Þetta er eitthvað sem maður getur ekki svona alveg ímynda sér sem bara eða svona ekki. sett í spór, sko, þú veist. Nei, og ímaður og það eru örugglega bara flestir sem eru trans sem að, ég veit ekki, heldur það ekki það sé bara flest öll sem eru trans sem að bara fucking líður svona. Ég er eitthvað, ég er alltaf ekki að segja það, sko, en ég, þú veist, jú. Maður sér svo oft svo mikið bara hatred, bara af hverju má fólk ekki vera eins og það er. Það er leiðilega mikið hatursorðið allavega líka svona sérstaklega undanfari, sko. Já, bara what the fuck, what is that? Maður sér meira af þessu Íslandi líka, sko, bara í heiminum allstaðar, þú veist. Bara hafið ekkert annað til þess að hafa áhyggjur af. Þetta er svo, maður verður svo pirraður á að fólk sé að nota orkuna sína í að, þú veist, í svona hatur, sko. Eða, þú veist, skilur mig. Ég skil þig svo mikið. Svona saklausa manneskjur sem vilja bara lifa lífinu sínu. Bara fá að eiga eðlilegt líf. Happens to be trans, sko, þú veist. Oh my god, þetta er svo fucking ömurlegt. Fucking greið, er þetta grínast eða? Það er leiðilegt að heyra einhverjum líður svona illa. Henni langar bara að eiga eðlilegt líf. Hún er bara að læra og hún er búin að gera sitt shit, skiluru. Hún er bara venjuleg manneskja fyrir út af það að hún fættist í röngu líkama. Og það er bara eitthvað, oh shit, mér líður ógeðslega illa því að það er svo mikið af fólki sem að hata mig bara fyrir að vera eins og ég er og halda ég sé þetta og hitt, skilur bara, oh my. Já. Ég meina, svo erum við líka heppin að náttúrulega þekkja nokkra transmanneskur sem við fengum að bara alast upp í nokkra transmanneskur. Já. Og fengum bara góða fræðslu með þetta og þetta er bara eðlilegt. Fyrir okkur er bara eðlilegt, skilur fólk á að fá að vera eins og vill. Já, þú veist, ég meina þetta bara, oh my god. Þetta er bara eins og vera, þú veist, sannkynniður eða tvíkynniður eða, bara, þú veist, viltu klippa hárið stutt? Ó nei, nú ætla ég að fucking drepa þig á samfélagsmiðlum af því að þú klipptir hárið stutt. Can't believe this. Crazy. Þetta er endalega mjög stærri en það, en ég er bara að bera þetta saman. Þetta á ekki að skipta annað fólk máli. Bara hvað getur fólk ekki líka að hugsa eitthvað annað? Akkur er þetta svona eitthvað bara svona, oh my god, þetta ætlar að vera bara efsta baug í lífinu mínu. Svo er maður líka svo pirrað þegar maður sér mannesku vera að nota þetta í svona, í stjórnmálaflokkum og svona stjórnmálum og svona sem svona agenda til þess að fá fólk fá þú veist kjósendur og fá fólk í flokkinu. Það er fokkin óþolandi, skilurðu. Þetta er óþolandi, sko. Og við gætum verið að hjálpa heiminum á svo margan hátt en við ætlum að rífast yfir transfólki. Já. Það er stefnun okkar. Fuck off. Já, ég vildi bara taka, ég veit ekki, ég sá hennan post og mér fannst þetta áhugavert og mikið að tala um þetta. Það er mikilvægt að tala um þetta. Þetta er mjög sorglegt post. Þetta er mjög sorglegt, ég bara fucking vorkenni ógeðslega mikið og ég bara vildi óska að fólk myndi bara hugsa síns eigins líkama. Bara mál. Já, þetta grínast. Þú er minn almáttuður, sko. Bara eitthvað en ég væri að pæla í, þú veist, bara verðin á mat í staðin fyrir að shit yfir transport. Pæli verðin á mat, laga vegina kannski. Laga vegina, lækka mataverðið og húsverðið, þú veist. Það er svo að kaupa sér muna að vera að kaupa matinn, skilur. Þetta grínast í mér eða? Nei, við skulum tala um transfólk. Við skulum tala um að fólk ekki að fá að vera svo vill. Crazy, sko. Bara eitthvað, I can't even. Já, þú veist, nei, ég sá þetta bara, mér fannst mikið vett að tala um þetta, bara fyrsta þetta er fokkin mikilvægt, skilurðu. En já, þótt að þetta endi á kannski svolítið sad, svo ég vona að henni líði betur í dag.
vonandi. Fékk hún einhvern stuðning í kommentunum og þú veist Já, mér sýnst allir í kommentum segja bara, þú veist, sumir að segja að þið er mjög góða minni sem bara, þú veist, hata þetta spotlight sem hann á þeim og, þú veist, nákvæmlega sem hann, þú veist, fréttina sitta á og allt svona og, akkurat, þetta er ömulegt fólk að tala að það hafi, þú veist, það eru nokkur sem segja að þeir hafi einu sinni alast upp við svona hatursorðaröð frá, þú veist, foreldrum sínum og fólki sem það þekkir og náttúrulega spýtir því út af því að, þú veist, bara eftir það, sko. En svo náttúrulega fattar að þegar þeir voru eldra að það er ekki rétt að þú veist, það er náttúrulega bara kjaftaði, sko. Hittir kannski transmannesku og þú veist bara líka svona andjóks. Þú veist, sé bara hversu venjulegt fólk þetta er sem vil bara lifa lífinu. Þetta er bókstaflega bara venjulegt fólk. Þú veist, þó að einhver ein manneskja hafi einhvern tímann ákveðið að þykjast vera, það hefur örugglega komið upp einhvern tímann. Einhver manneskja hefur ákveðið að þykjast vera trans og nýtt sér stöðuna og misnotað einhvern í einhverjum klefa eða eitthvað. Ég meina það er náttúrulega skítalar í öllum hópum, sko. Já, það er skítalar í öllum hópum og maður hefur kannski heyrt eina sögu frá því að einhver manneskja hefur ákveðið að þykjast, það er þá bara virkilega veik manneskja sem hefur gert eitthvað svona, það er náttúrulega bara ógeðslegt en það á ekki að bitna á venjulegu fólki, skilurðu. Eins og þau eru að tala þú veist, transfólki sem vinnur á klósett og er að þú veist, misnóta einhvern veginn á klóstið eða eitthvað, en þú veist, það er náttúrulega bara kjaftaði, þú veist, það er kannski eitthvað sem hefur gerst kannski tvísvar, sko. Fólk er bara að pissa, sko, fólki verður mál. Já, maður þarf stundu bara, go piss girl, sko. Go piss girl, skvett úr skinnsóknum, eða þú veist, moaning and groaning. Okkur erum alltaf að tala piss og kúk. Búkli og stinja erum alltaf að tala piss og kúk, skiljið. Já, en svolítið sagði endan en annars var þetta bara ógeðslega góð venn. Við getum hughrist okkur við að vonandi fólk náttúrulega alltaf berjast fyrir þessu í heiminum og þú veist, þótt að heiminu breytist hægt þá vonandi breytist hann á endanum til hins góða, sko. Nákvæmlega, oh my god, gæti ekki að sagt þetta betur. Öll þessi vent áttu mjög mikið rétt á sér. Ég er alveg bara, þú veist, elska þetta. Þetta var skemmtilegt. Þetta var gott. This was an type of show, you know. Já. Alltaf gaman að sitja hérna og spjalla við þið, Anna mín. Alltaf gaman að sitja á móti þér og tala í þess að geggjum mikrofóna. Þetta er bara svona, röddinu var sem bara svona í HD. Það er í 4K rödd hérna. Það er í 4K rödd, þetta er bara svona Toyota. Toyota Yaris. Ok, Yaris. Það er the glænigan Toyota Yaris. Ok. Þetta er Toyota Yaris. Það er alltaf mjög gaman að sitja mótið þér og tala saman. Það er það. Tala daginn og veginn. Elsku kæra systir mín. Ok. Kæra systir mín. Ok, heyrðu, ég vonaði bara að allir hafi haft nú svolítið gaman að þessum þætti og þið getið tjekkað á hérna TikTok myndbandir sem við vorum að setja inn. Það er hérna allt það áhugaverð sem við sáum í Búdó. Allt áhugaverð sem við sáum í Budapest. Já, maður, það er mjög áhugavert. Endilega fylgja okkur á TikTok, Instagram og gefa okkur like og svona Náttúrulega ég elska hvað mikið af fólki að fylgja okkur strax á TikTok. Ég er bara eitthvað, oh my god, love you guys. Ítti á follow-takkan, ítti á like. Og svo endilega gefa okkur reviews og svona á Spotify og Apple Podcasts og YouTube og allt svona. Já, það hjálpar. Ef þið gefa okkur stjörnur að review, ef þið fílið okkur, skilur, ef þið hattu okkur þá bara þurfum ekkert að gera. Gerðu það. Náttúrulega hjálpa geggja að fá stjörnur og rating, þú veist, fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta á Apple Podcast og Spotify og allstaðar og þið tvö sem að hlusta á YouTube þið. Já. Alltaf svona 2-3 sem hlusta á þetta á YouTube. Það er maður spyrir enn fyrir það. YouTube er ekki hérna, held ég vola vinsælt að hlusta á podcast. Já, ég meina það setja henni á YouTube fyrst að það er fólk að hlusta. Það er alltaf inn á YouTube fyrir það sem er ekki með Spotify og Apple Podcast og alla hérna staðina sem þetta dreifingaraðilin okkar er að setja okkur á. Herri, já, en ég held við segjum bara bless í bíli, þú ert ekki meina meina? Bless í bíli? Bless í bíli? Púst, tror ég, bíl. Nei, ég veit það ekki alveg. Ok, bye!